Kæru vinir, eins og þið flest vitið þá misti hún Kristín Sif, vinkon okkar, manninn sinn fyrir stuttu. Í kjölfarið var sett af stað söfnun fyrir fjölskylduna. Þann 30. nóvember næstkomandi ætla ég að róa 500 km á innan við 50 klukkutímum í nafni söfnunar í CrossFit Reykjavík. Ég stefni á að byrja klukkan 15 og klára klukkan 17 þann 2. desember. Ég byrjaði CrossFit til að rækta líkamann og prófa nýja hluti. Fljótlega áttaði ég mig á því hvað samfélagið í CrossFit Reykjavík er magnað. Í dag mæti ég á æfingar til að hitta vini, kunningja, þjálfara, eigendur og alla þá sem mynda samfélagið. Kristín Sif er ein af þeim sem ég hef kynnst og þykir mér mjög vænt það. Hún er alltaf brosandi og í góðu skapi, gefandi fimmur og hvetjandi fólk áfram í gegnum krefjandi æfingar. Með þessu verkefni langar mig að gefa aðeins tilbaka af því sem hún hefur gefið mér og öðrum. Kveðja, Einar. Þetta skrifaði Einar Hansberg á Facebook síðu CrossFit Reykjavíkur þann 17. nóvember síðastliðinn. Ég held að þegar ég lækaði þetta, þegar Einar skrifaði þetta og þegar Evert og Hrönn í CrossFit Reykjavík gáfu leyfi fyrir þessu, hafið þeim ekki órað fyrir því sem var í vændum. Heil helgi þar sem tæplega 550 manns réru í heildina 8 milljón kílómetra á róðravélum í litlum æfingasal í Faxafinni. Alla klukkutíma sólarhringsins var salurinn fullur af fólki sem vildi leggja málefninu lið, með Einar í fararbróti að gera tilraun við að klára 500 kílómetra. Þetta er þrekraun sem ég trú að fæstir gerir sig grein fyrir. Það sem setur þetta í samhengi fyrir mig er að ég var lengur að því að róa hálfmaraþon en að hlaupa það og 500 km er rúmlega vegalengdin frá Reykjavík til Húsavíkur. Líklega er það bara Einar og rassinn á honum sem áttar sig á því hversu erfitt þetta raunverulega var, en sagan af 3 mönnum með latexhanska og vaselín gefur ykkur ágætis hugmynd af líkamlega ástandi Einars þessa helgina. Þátturinn í dag er í boði Dominos og þess má geta að Dominos var einnig fyrsta fyrirtækið til að leggja söfnunans Einars lið. En eins og kom fram í byrjun þáttar þá réri Einar til styrkta Kristínar Sifjar og fjölskyldu sem misti mannin sinn fyrir eigin hendi. Dominos sáu Einar einnig fyrir pizza meðan róðrunum stóð sem hann og fékk sér á seinni sólarhrings viðburðarins. Hot take, verðskuldu pizza. Ég vinn ykkur á hádegistilboð Dominos sem er í gangi alla daga vikunar, miðstara pizza á matseli plus skos á 1500 krónur eða þá lítil pizza á matseli plus skos á 1000 krónur. Ekki vanmeta þetta tilbúð, við erum að tala um matselspítsur en ekki bara pepperoni og piparost. Gildir alla daga vikunar frá 11 til 4. Ég heiti Snorri Björnsson, þú ert að hlusta á The Snorri Björns Podcast Show. Þátturinn er í boði Dominos, Einar Hansberg og sagan af 500 km. Gjörðu þið svo vel og gleðilegt nýtt ár. Herðu, Einar Hansberg Árnason, tilnefndur sem maður ársins 2018. Já. Vertu velkomin hingað í þáttinn. Takk kærlega fyrir. Þú rérir 500 km. Þetta var alltaf hugsað upprunlega sem bara svona áskorun á sjálfæði, eða ekki? Jú, ég er mikill aðdáandi þessa podcast, þannig að ég var að hlusta á einn morguninn þig spjalla við hana Elisabethu Gobi marathonið, eða hlaupið sem hún hljóp. Já, 400 km. Já, og mjög áhugavert og svo margt geggja sem hann var að tala um, svo mikið af upplifunum sem hann var að tala um, sem að mér fannst svo áhugaverðar á heillandi, til dæmis svo svefnleysi og eitthvað svona, að þá allt í einu og hljómar klísja, en það er bara svona pop að því ég hef róið 100 km og ég hef tekið svona einhverjar áskoranir sem að ég hef sett upp bara sjálfur og gert til dæmis með Arnari Sig sem að var hérna í podcasti bara í byrjun hjá þér. Já, hann var hérna fyrstu. Já, og þannig að það poppar upp í hausinn á mig bara að róa 500 km á 50 tímum, bara hugsaði 550 og já, ég fæði sérst hugmyndina þaðan. Þannig út frá því að þú hafði náttúrulega verið í einhverjum svona áskorunum áður. Þessi áskorun sem tókst með Adda var alveg mega, eða ekki? Jú. Hvernig líst hún sér? Sko, ég held að hún sem er þess að orðin viðurkennd núna sem einhver koncept 3-þraut. Þess að ég sé á Instagraminu hans og að þá hafði ég bara róið 100 km. Þess að það var eina áskorun sem ég hafði tekið fyrir utan það að vera bara í CrossFit. Að ég sé á Instagraminu hans að hann er búin að vera að leita sér að áskorun og er að fara sagt, á konceptvélum að skíða 50 km, róa 100 km og hjóla 200 km.
og einhvern veginn einhver luta vegna kallaði þetta til mín og mér fannst það áhugavert og nefni þetta eins og svo margt annað við bróðu minn sko, og hann var alltaf mega spenntur og sagði ég verð með þér í svo eitthvað svona, og munurinn á það sem að hann gerði og sem held ég viðurkennt núna sem að hann brautit upp í 100 sluta, fór 100 umferðir af 500.000, 2.000. Já, einmitt. Og alltaf að tjekka við hvert ránd. Já, en ég gerði þetta þannig og beita bara í mig strax einhvern veginn að mér langaði að prófa, þá kláraði ég 50, kláraði svo 100 og endaði svo 200. Já, meinar, hann tókst það í rauninni unbroken. Já. En splittaðir eitthvað upp, þú hefur væntanlega staðið upp og chillaði eitthvað aðeins og... Eina svona raunverulega pásan þá var á milli skíörgsins eins og það heitir og róðusins, þá tók ég 40 mínúta pása sem ég var að borða og konan kom með krakkana og eitthvað svona fjör, en að öðru leiti voru þetta bara svona mjög óreglulegar og óskipulegar pásur það sem að sem að maður stóð upp og röldi aðeinsum og lagðist niður og svo aftur En þetta er alltaf öðruvísi heldur en þú veist áskorunin að klára marathon eða eitthvað svoleiðis, út af þú ert að í marga tíma og þetta er oft bara svona strögglum að berjast við svefnleysi og svoleiðis. Hvað tók þessi áskorun til dæmis langan tíma? Já, hann setti þetta upp í, gleymdi að segja, 24 klukkutíma time cap. Já, einmitt. 24 klukkutíma time cap. Já. Þannig að, þú veist... Það var eitthvað, eins og segi, ég bara einhvern veginn öðru sér vírað þá kannski með hluti en aðrir, en þetta heitlaði mig mjög og svona bara eitthvað svona verkefni bara vinna í 24 tíma eða whatever sko og og já, þetta var ekkert svona stór mál fyrir mér að gera þetta sko. Nei, þú verður ekki að manað upp í þetta, þú verður bara svona til í áskorunum. Já, bara til í það sko og einhvern veginn brýti þetta ofta upp í hausnum á mér að þetta verður bara stöð, ég hugsaði bara ég verður bara með rás 1 að þetta var á páskónum sko, verður bara með rás 1 í gangi, það verður eitthvað drefleðileg, þetta var, já, föstudaginn langa, eitthvað svona einhver leiðileg frásögn eða ekki leiðileg, eða svona einhver löng frásögn einhverja hirðingi og eitthvað svona, en, þú veist. Sástu þetta fyrir þér þannig, að framkvæmdin yrði þannig? Já, en þú veist, ég hlustaði samt aldrei á þessa frásögn. Og á mjög erfitt með að hlusta þegar ég að gera eitthvað svona langt sko. Þannig að já, en ég eins og ég segi, nefndi þetta við bróðum minn og hann var bara, herri, ég verð bara með þér og talaði bara konuna sína og við vorum bara þarna 2 niður frá niður í CrossFit Reykjavík frá klukkan 4 föstudaginn langa til 4 á laugardaginn. Ertu crossfitari eða? Hvað ertu búin að vera lengi í crossfit? 2,5 ár rúmt. Já, þú ert ekki búin að vera lengur en það? Nei. En þú ert orðinn helviti góður? Bara ágætur, held ég. Já. Bara svona, já, mæti bara og geri mitt og já. Og sáttu við það? Bara sáttu við það, sko. En hver er svona bakgrunnin? Af hverju þú veist, og það þarf eitthvað ákveðið mindset og ákveðin að trúa á sjálfum sér bara í að henda í þessar áskorunir eins og 500 kilometra sem við förum ítalega í á eftir. Já, bakgrunnin ég ólst upp út á landi, Hvammstanga, mæli með allir farið þangað, geggjaðu staður til að alast upp á bara algjört frelsi og já, maður var bara alltaf úti, þá var ekkert sjónvarp og ekkert svona, engin þanniglega truflun. Alltaf úti að leika sér og í fótbolta í öllu og ég á svona litlum stað þá er svo margt í boði ég fór í frjálsar, ég var í sundi, ég keppti í öllu sem var, þú veist, auglýst í sjónaukanum, það var svona staðablaði og sumrin voru mikil veisla sko því það var svo mikið að vera, hérasmót í þessu og sundmót og svo var ég í fótbolta og maður prófaði bara allt sem var í gangi á staðnum sem að ég er gríðarlega þakkláttur fyrir að hafa fengið tækifæri til að gera og bara þetta að vera alltaf út að leika sér og já og svo pabbi á 10 systkini, þau eru 11 systkini og einn bróðir hans já, í rauninni kem ég að mjög harðduglegu fólki bara í báðarættir í rauninni bróður hans pappa átti sveitabæ og var bóndi þannig að við vorum mjög oft þar og þetta var svona aðeins bara fyrir utan staðin 20 kilometra þannig að við vorum mikið þar í alls konar bara okkur var nú hlíft við einhverjum svo störfum en við vorum alltaf úti
að leika okkur, búa til ykkur misjón eða vera í lökabó eða eitthvað svona en svona fyrsta svona ævintýraþráin í svona áskorunum kom frændi minn sem jafngalli ég bjó var sonur bóndans sem heitir Diddi og er dáinn við ákváðum eitt skipti að hjóla á móti ykkur öðrum ég frá Hvammstanga, hann frá Sveitabænum og að sjálfsögðu að bróða mig með og hann var samt við komumst ekki langt á alltaf svo mikið rókarna sko við komumst ekki langt sko við náðum samt að klára næstu okkar hann fór lengra en hugsunin það var ekkert meðvitað hugsun þá en það var eitthvað við það stóðin eitthvað var við þetta mindset já og oft þegar ég var yngri þá dreymdi mig oft sko bara svona dagdreymdi hvað var ég geðvitt ef að við allir vinirnir myndum hjóla til Reykjavíkur og kannski fá far þetta er bara svona barnsleg svona hugsun sko, fá far kannski með einhverju vörubíl tilbaka og vera allir sagt, aftur í bílnum bara eitthvað chilla með hjólinu okkar eitthvað svona en það það svona fór að grilla á svona einhverjum hugmyndum svona ómeðvita sem ég bara svona er að pæla í dag sko bara mjög svona ungur í rauninni Get. Og ferðu síðan, þú ferði í körfuboltan körfubolti og fótbolti voru svona aðalíþróttunar hinnar voru svona bara auka en bara skemmtilegar svo verði ég bara svona heldtekinn af körfubolta þegar NBA-æðið skellur á 90-91 þegar körfuboltamyndirnar eru og Michael Jordan upp á sitt besta alltaf ætluðu allir að verða eins og hann hvort þið átti heima Hvammstanga eða í Reykjavík og svo flutti ég til Reykjavíkur þegar ég 14 ára og þá tók ég bara körfubolta með mér bróðir minn fór í fótbolta og ég endaði í körfubolta og það er bara búin að vera svona mín íþrótt sko aldrei spilað á eitthvað svona háu leveli en verið í hópi í efstu deild og allt svo leiðis en bara alltaf verið í körfubolta. Af hverju tekur þú linkin yfir í crossfitið? Þegar bara svona þegar ég var í körfubolta ég var alltaf bara í körfubolta á þessum árum þegar ég er yngri þá er ekki svona ekki mikið eitthvað svona styrta þjálfuna pælingar fyrir krakka eða unglinga eitthvað svona maður bara mætti á sínar æfingar gerði kannski 10 arbeigur ef maður nennti sko og fór svo heim en svona þegar ég er komin í svona þegar ég er orðin sko 25-6 þá fer ég byrja í vörklass að æfa og og fannst það bara skemmtilegt sko því að ég fer líka að læra íþróttafræði 2007 Ertu íþróttafræðingur? Já, ég læriði íþróttafræðingur ok og eftir ég byrja að læra það þá einhvern veginn fer að hugsa þetta rosa mikið sko, þá fer ég að sjá bara svona æfingar út allt eða bara svona fyrir það var ég ekkert að pæla ég var bara í körfubolta, fór svo bara heim en eftir ég byrjaði að læra það þá fer maður að pæla meira og dýpra og þá var ég fann að sjá bara svona möguleika á æfingum út allt ef maður sá einhvern hól þá hljóp maður upp hann eða bara svona bara svona mikið af hugmyndum æfingar og þegar ég útskrifast 2010 sem íþróttafræðingur þá er ég rauninni samt ekkert ennþá ekki komin í vörklass þá en ég hafði alltaf verið eitthvað svona bara lufsast með vinnum mínum eitthvað svona bicep og eitthvað svona dót sko en aldrei neitt eitthvað mikið en svona best of en ég á alveg samt moment þar sem ég satt fyrir utan Fellsmúlan þegar vörklass var þar eftir vinnu sem með hvernig þetta er í dag mjög skrítið að við gerst þá ég satt fyrir utan í korter áður en ég keyrði bara aftur heim að mér fannst þetta ekkert skemmtilegt sko vinur mér var í þessu og mér fannst ekkert gaman að vera að taka 4 sett af þessu mér fannst þetta rosalega svona óspennandi og líka bara svona var kannski þá bara latur var ekkert að nenni þessu eitthvað svona en svo klára ég íþróttafræðina og eftir það þá fer ég að gera alls konar fara út að hlaupa með einhverjum
einhverjum æfingum inn í ekkert flókið, bara armbeyggjur og svona taka í rauninni svona intervalsæfingar með líkamsþyngdar æfingum inn í og já, aðeins fyrr sama sumar og ég fer í námið íþróttafræði þá ég æfi eitt sumar með Fjölni eftir ég var hættur þar kem aftur inn og æfi eitt sumar þá verið að skiptum gólf á íþróttahúsun í Dalhúsum í Grái og Bárður Eyþórsson körfuboltaþjálfari var þá tekið með Fjölni og þá voru bara svona útiæfingar bara hlaup brekkusprettir hlaupa hringin á fótboltavellinum og hverju hotni gera endurtekningar af einhverju bodyweightæfingu voru með alls konar bolta og svona sprengikrafts kasta og Varstu að fíla það? Já, þá svona fór að það var eitthvað sem ég fílaði ég var ekki á bílastæðinu þar að keyra heim eftir korters það var eitthvað sem að togaði mig og svo ég í íþróttafræðin og þar fáum að prófa íþróttafræði HR það var svona áfengið þar sem voru alls konar íþróttir þar sem við bara prófuðum allt fórum í hitt og þetta og það var alltaf bara að kenna okkur fórum örlítið í ólympískar þá aðalega bara svona clean og ég var ekkit rosa öflugur þar kennarinn vildi ekki meina það alveg Það byrjar engin góður Nei. og getur huggað við það Já, en líka bara clean var eitthvað svona, ég hugsa bara ég læti þetta bara vera, ég hef aldrei eftir að ná þessu en það var gaman að sjá kennaran fara yfir þetta og Gaman að sjá kennaran Já, og bara svo gaman að læra þetta og allt svo leiðis og svo klára ég íþróttafræðina 2010 þá var 28 ára gamall þá held ég að ég fari kaupi mig kort í World-class og byrja sjálfur og það var oft bara eitthvað svona bodyweight æfingar blanda við bara eitthvað svona basic en svo varst mér geggjað svo var ég alltaf á YouTube finna einhverja æfingar, fara og prófa og var alltaf svona út í hotni sá sem að var kannski svona að gera eitthvað óhefbundið og var ekkert lítinn hotni og fekk alveg fólk var að koma og spyrja hvað ég var að gera og svona og eitthvað svona hopp og burpees og eitthvað svona jafnvægisæfingar og eitthvað svona bara að því mér fannst hitt í rauninni ekkert skemmtilegt og já, svo líður bara og ég í körfunni þarna með þá ég að spila bara í annara deildinni með Leikni sem svona svona æsku vinnir sem að voru settu saman lið og voru með annara deildinni þá já, og þá var ég fannst þetta mjög skemmtilegt með og þá var ég farin að leita meira fyrir mér svona styrktaþjálfun körfuboltamanna og var aldrei með eitt prógram en var alltaf að prófa allt og bara, það var ekkert heilagt ég bara, ef ég sá þetta á YouTube þá bara prófaði það og hugsaði svo bara setna hvernig kem ég inn í prógram Já, kannski ekki skipulega á þessu heldur Nei, en bara hvað mér langaði að gera þann daginn og einu sinni kemur meira þess að kona að mér sem að var samt búin að hrósa mér og svona impressive það sem þú ert að gera kemur og spyrir mig hvort það sé eðlilegt að taka kór marga dagi í röð því að var alltaf eitthvað svona kór í þessu svona jafnvægis og eitthvað svona ég var þannilega ekkert að pæla í þessu þá en búin að læra íþróttafræði og gat alveg svona tekið hintið en í grunninn náttúrulega mikið af æfingum ef þú fer á æfingur hverjum degi þá er alltaf eitthvað kór sem kemur við æfingunni þannig ég svona reyndi að eða svona bæði því frá mér en svo bara liðu nokkur ár og ég var alltaf bara í þessu og fannst það geggjað og svo eru tvær konur sem að vinna með mér Erna og Guðný, þær voru búin að vera í CrossFit Reykjavík og þá var ég svona aðeins farin að horfa í það Já, hljómar eins og hafa verið mjög tilbúin til þess að fara í það fyrst þú varst gæinn út í hotninu að gera eitthvað kassahopp og burpees og Já, en samt ef við spóla aftur aðeins tilbaka þá hafði bróðir minn farið á grunnnámskeið þegar hann var í Skeifunni CrossFit Reykjavík og var eitthvað svona þetta er eitthvað fyrir þig en þá var ég alls engin ég var aldrei að fara í CrossFit mér fannst það bara svona stúpid
og var svo ekkert búin að kynna mér það og hérna, svona stökk alltaf á vagnin kannski hjá þeim sem voru svona á móti en bróðum mér var bara, þetta algjörlega það sem þú átt að gera þannig að, en svo held ég bara fram í mínu og var alltaf bara einn út í hotni í vörklass og með eyrunum og bara prófa hitt og þetta og var svo já, spólum við aðeins fram og þá hérna, sömarið 2015 þegar heimsleikarnir eru já það þegar að fer að líða heimsleikunum þá er þetta svo mikið í umræðinni í fjölmiðlum og svona og mikið að keppinum Katrín, Anní, Sara, Bjöggi og Þuríður Erla þá og mikið alltaf verið að tala um þetta og í sjónvarpinu þannig að ég fer svona eitthvað í mínu svona YouTube flakki eða svona þar sem ég var að surfa YouTube þá fer ég svona að skoða það og þá detti ég inn á vídeo sem að ég sé sem að Ritz Froning og Dan Bailey búa saman, þetta er eitthvað svona dagur í lífi Ritz Froning eitthvað. Er þetta þarna klukkutíma-vídeóð? Já. Ég hef hort á svona 7 sinnum. Já. Það er geggjað. Það er svona líka leggja áherslu á hvað er geggjað. Það er bara svona kveikt í mér. Og út frá því, þá var ég í fæðingarólofi það sumarið. Út frá því var alltaf þegar dóttir mín fór að sofa á daginn, þá var ég bara á YouTube, bara YouTube-æfingar og mögulega skrifaði niður eða eitthvað svo leiðis til þess að vera tilbúin á hérna, næst þegar ég fær í vörklass þannig að ég byrja svona aðeins að fikta við það en samt alltaf í mínu þessi jafnvægi svona kor og bara svona hugsa út frá fyrir körfuboltan og svona að vera hreyfanlegur en svona, þetta er farið svona að læðast aðeins með sko en bara svona þess að testa maður kunni svo sem ekki við að vera með einhver svona crossfit læti inn í einhverju stöð út í hotni en Erna og Guðni þessar stelpur sem er að vinna með mér þær voru í sömu stöðu ég en voru líka byrjaðar í crossfit og voru alltaf að segja við mig þú þarf til að fara að koma bara með okkur og benda mér á þetta og hérna og svo einn daginn að þá talaði við mig og segist að vera búin að tala við þjálfaran sem var Jakobína og ég væri bara velkomin að kíkja með og þær væri búin að segja að ég væri með svona smá grunn og væri svona bara tíndur í annari stöð þannig að ég hef fer á hæfingu mæti hann að þetta er langt á undan þeim stend í andirinu drullu stressaður sko að því ég hef búin að mikla allt svo mikið fyrir mér þetta var búin að vaksa svona þá eru heimsleikarnir 2015 búnir og allt þetta hæp í kringum Katrín vinnur þar er það ekki? Jú, Sara í 3. og Bjöggi tók 3. líka þar Bjöggi 3. og þú veist og Anní þarf að draga svo keppni og þau gengur vel og þú veist þetta Anní þurft að draga svo keppni drómi meira þessu einhvern veginn já, ég var svona ég hef ekkert mikið talað en það var eitthvað ég hugsaði bara fólk er að ganga greinilega mjög nærri sér og það eitthvað svona heillaði mig vitandi líka hversu öflug hún er að hún hafi þurft að draga sig úr keppni út af það var það heatstrók eða ekki en það var eitthvað sem var svona heillandi við það og náttúrulega árangur sem Íslendingarnir náðu þannig að svo kemur bara veturinn og ég held áfram og er ennþá í körfunni þarna eitthvað smá svo kemur Open og þá fer ég að fylgjast með því alltaf live og svo að hlera Ernu og Guðni sem verður að vinna með mér alltaf á daginn eftir hvernig var þær voru alltaf að koma til mín og segja mig hvernig æfingin var og hvernig þetta var sett upp en það CrossFit að gera á vinnustanum já í miði Open-ferlinu þá er lítið annað að tala um heldur en CrossFit ég kynntist ég mitt segna sko. og og ég verð alltaf svona spenntari og svo voru 2016 þá koma þær þessu kring og draga mig með sér á æfingu og ég mæti niður til eins og segið var mjög stressaður, ég hef bara búin að sjá fyrir mér þegar Open er í gangi að þá er þetta bara svona eins og heimsmeistaramót ég hef búin að mikla þetta svo rosalega fyrir mér sko. Þær voru að segja mér að þeir sem eru að taka RX eru þarna, ég var bara svona ég veit ekki hvað þetta er of mikið en mæti þannig og bara kynnist strax einhvern veginn svona andrúmsloftinu sem er þarna niðri mæti stressaður inn að bara teki vel á móti mér, ég útskýri af hverju ég er þarna og bara gjöru svo vel farin í klefa og svo hitti ég þær og það var svona
þetta var svona eins og hanga í pilsfaldinum á mömmu svona fyrst, það var gott að hafa veist, ég var svona, ég mér aldrei frá þeim sko. En eins og ég segi, Jakobína var að kenna þann tíma og hún átti líka stóran þátt í að hún svona, þú veist örugglega hver það er. Já. Og hún mér leið bara eins og ég væri heimsmeistari eftir fyrstu aðeins hún bara var þannig einhvern veginn og bara einhvern veginn allir bara strax byrjar að gefa high five og eitthvað svona ég nýbúinn kannski deginum áður að vera í vörklass með headphones út í hotni búin að vera kannski 4 ár í sömu stöðu, aldrei heilsað kannski þessum sem alltaf með mér þarna var ég bara komin út í bara high five á fyrstu æfingu, allir og svona velkoming og og þá var bara ekkert aftur snúið sko og þá í kjölfari fer ég á líka olimpísk liftingarnámskeið hjá Hinrik sem var þá þjálfari niður frá og hafði mjög gott af því og þá hann var náttúrulega bara góð þjálfari og sýndi okkur sem var námskeiðinu bara alveg skref fyrir skref og þá hugsaði ég mig tilbaka þegar ég var í íþróttafræðinni og hafði séð clean í fyrsta skipti hvað ég hafði í rauninni eða svona mikið fyrir mig sko. Þetta alveg tæknilega lifta á allt svo leiðis en þá var ég líka bara búin að horfa svo rosalega mikið á heimsleikana bara því að tala clean fólk að cleana og var skoða YouTube-vídeó af einhverjum æfingum og þannig að svona hausinn kannski bara lærði hreyfinguna svo þegar ég fekk stöngin í hendina þá var þetta ekki eins mikið mál eins og þegar að kennarinn í íþróttafræðinni hendin í mig. En sko hvernig fannst þér snörunin eða fannst klínið flókið? Ja, sko hún var alveg flókin og þú veist þetta voru 4 skipti sem við fórum á vorum í tíma hjá Hinrik og hann var ekkert að leyfa okkur að setja nýtt á þetta voru léttar stangir og eða var ekki að leyfa okkur var bara þjálfa rétt og leyfa okkur ekkert að setja neinn lóð á það var erfitt að ná flæðun í liftuna fannst mér einhvern veginn með ekki neitt á en maður sér það samt eftir og hann hvatt okkur og fleiri hafa hvatt mann til þess að drilla samt alltaf með stönginni reglulega og maður sér hvað það skiptir miklu máli og en ég var svona tiltölulega fljótur að ná hreyfinguna en þyngdirna voru samt ekkert mikla sko til þess að byrja með. Nei. Þetta náttúrulega líka eins og tala sko, þegar þú ert með tóma stöng þá auðvelt að hvað segir maður, svona leiðrétta ýmissa svona villur í ferlinum sem stöngin þarf að fara en það vantar svona svolítið tilfinninguna fyrir því að sko vipp henni upp og ná momentuminu og bara einhvern veginn svona framkoma hreyfinguna en aftur á móti ef þú byrjar á þungt sko þá bara mjög auðvelt líka meiða sig eða þú veist að kasta sér undir stöngina og þú veist missa hana og verða þá hrættur við að taka liftun aftur og hvað svona, þetta alveg aksjón sko. Þetta það sko og það var einmitt eins og sé, var skrítið að en sem lærður íþróttafræðingu vissi ég og sá að hann var bara að gera rétt og hann var að láta okkur vera í stöðum labba á milli með prik og var svona að lemja í kannski hælan á manni þess að maður þurfti kannski aðeins að breyta eða tvíka til sko en já, ég tel að það bara hjálpa mér mjög mikið sko að hafa farið í gegnum þetta námskeið því að svo þegar þyngdin kom maður fór að bæta eins í kannski í næsta tíma eða eitthvað svoleiðis að þá svona var maður það var búið svona lærast hreyfingin og bara eins og fólk þekki sko bara þá var maður svona meira tilbúin sko. Þannig að þetta ertu bara komin á fullt í þetta? Þannig er bara komin á fullt í þetta og þú tala ekki um annað. Nei, enginn í fjölskyldunni var byrjaður í þessu kona mín það er erfiður tími þegar maður eini crossfitarinn og reyna að smita aðra það er mjög sásökufullt tími kona mín fekk líka alltaf bara holskeflu af einhverju sem hún vissi ekkert hvað var sko maður alltaf eitthvað emom, amrap, snats, clean og jerk en ég náttúrulega er mjög vel giftur sko þannig að hún tók þetta alveg á kassan og svona sýndi þessu skilning sko en það var það var einn sem önnur af þeim sem að drómi í þetta Guðný setti þetta upp að því að hún var í því sama hún var alltaf heima að segja manninu sín frá þessu sem var ekki í CrossFit þannig að hún sagði að hann hefði einu sinni sagt að hann var í vörklass hann kom einhvern tímann heim og var að útskýra æfinguna sína fyrir henni ætlaði svona sína henni taka hann af einu bragði og hún sagði að það var svo leiðilegt þegar hann var að útskýra þetta fyrir mér þannig þá sá ég hvernig er að vera hinum einn sko
þú veist, einhver crossfittari eða fólk sem í crossfittari að útskýra fyrir æfingunum, það þegar maður ekki í því þá það ekkert spennandi sko. Nei, þetta líka svo grillað, þú veist, maður bara að tala eitthvað burpees og kassahoppið mitt og þú veist, bara svona, þú veist, hversu miklu við varst að deadlifta og þetta svo óspennandi en þegar maður að þessu þá þetta bara besta í heimi sko. Bara geggjað, þú veist, að ræða einhverja taktík og eitthvað svona, þú veist, ég ætti að gera þetta svona og svona. Já, og síðan náttúrulega með ólympísku liftingarnar að fara að ræða sko, svona method hjá, þú veist, rússnesku gæjunum og kínversku leiðina og allt svona, þetta bara svo mikill nördaskapur. Já, algjörlega. En af hverju endar í þessum áskorunum? Af hverju byrjar þú síðan að taka þetta skrefinu lengra? Því að það er ekkert eitthvað næsta skref og eftir crossfitinu að fara að challengea sig svona. Nei, en ég september 2016 þegar ég er bara búin að vera í, ég veit ekki, 4, 5, 6 mánuði þá kemur qualifier fyrir Íslandsmóti og ég einhvern tímann drullu stressaður lapp upp á Evert og spyr, þú veist, er þetta eitthvað sem ég á að prófa eða eitthvað svona, þá var mér fara að ganga bara ágætlega og svona var fljótur svona að tilinga mér svona æfingar og sem að ég held að hafi komið bara frá því ég var yngri þegar maður var alltaf bara út að leika sér og prófa að hitta þetta. Hefur þau væntanlega peppað þig í það? Já, algjörlega sko, bara endilega og ég prófa þar og tek einhverju 3 qualifier og þeir henda mér einhvern veginn allir bara og fínt og slísast í rauninni inn á Íslandsmót bara strax. Kemstu inn á Íslandsmóti? Já. Já, ok. Og talandi áskoranir og svoleiðis, þar ég bara komin djúft í fenið sko og og fólk í kringum mig sko sem að þekki mig vel veit að ég er mjög lélegur að undirbúa mig með bara ef ég er að fara að gera eitthvað bara mjög lélegur að undirbúa mig og festa mig við eitthvað skipulag sko. Þannig að það var góð reynsla að fara í gegn það Íslandsmót, átti alltaf ekki breyk í þessa gæja sem voru þar en var alltaf líka bara þetta var svona eins og að því ég var náttúrulega fyrir utan kannski einn, þá væri töluvert miklu eldri en hinnir, þannig að það voru svona litlu bræður mínir voru svolítið að kenna mér þetta og svona, láta mann líta svona, illa út en þá var ég alveg ef að búið að sofa mig inn fyrir sko, þá var ég alveg orðin bara þetta er eitthvað sem ég langar að gera bara alltaf. Þú tókst líka einhverja áskorun á ammælistæðin sem það bróðum mig frá. Já haustið 2017 þá poppar fyrsta, vilt að ég segi þér frá henni eða vilt að ég halda fram? Bara halda fram. Ok. Haustið 2017 þá sé ég og heyri út frá mér og það er einhverju gaurar þarna niður frá í einum tímanum er einhverju gaurar að labba inn í litlasalinn og einn af þeim heitir Ágúst Guðmundsson, slökkviliðsmaður og ég svona kannaðist aðeins við hann í sjóna því hann hafði hlaupið marathon í Eyðimörk og eitthvað svona dót sko og það mér fannst eitthvað áhugavert að þeir væru þar að fara inn, dragandi einhver róðravilar inn og nokkri saman eitthvað spjalla inn í litlasalinn. Inn í litlasalinn. Eitthvað alvarlegt sé að fara að gera heyri svo út frá mér að þeir ætla að róa 100 kilometra og bara leiði heyrið það var ég bara, þetta er eitthvað sem ég verð að vera með í og áðins að geta útskýrt af hverju ég hugsaði þannig en það var samt líka svona styrtar það var fyrir alveg stólið úr mér það fyrir eitthvað gott málefni og það var bara ennþá betra og varstu með því? Já, ok. Og þeir voru búin að vera að mæta og æfa sig eitthvað og taka klukkutíma og bara svona og ég spyr bara hvort ég með ekki verið Ómar var eitthvað viðlóðandi og ég var eitthvað að tala við hann og svona að reyna að koma spurningunni að sko hvort ég mætti vera með þegar hann spyr bara alltaf ekki vera með og það er eitt af því skemmtilega sem ég hef gert svona fyrsta mættum hann að 4:00 mótni laugardags ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í einhverjir af þeim hefðu róið svona langt og einhverjir hefðu tekið Ironman og eitthvað svona en mér finnst það bara spennandi var mjög peppaður en lítið undirbúinn en þá mættum við þar 4:00 og þá þegar ég komið þangað niður
þá heyri ég út frá mér að, að einhvern tímann hafði þetta verið gert og þá hafði þetta verið gert þannig að það mátti ekki standa upp og ekki sleppa handfanginu. Já, búið til eitthvað svona auka reglur. Já, einhvern tímann hafði það verið gert en í undirbúnsferðin þá var ég bara búin að vera að hlera mína félaga, hvernig þeir ætla að hvíla eftir hverja 10 km standu upp eða eitthvað svona. Þannig að ég einhvern veginn ég bara gríp þetta og hugsa bara þegar ég að setjast á róðurvélina ég ætla ekki að standa upp og geri það. Vissir alveg hversu langt 100 km voru þegar þú settist á róðurvélina? Ég bara hef róið í réri aðeins þegar ég var örklass, þannig ég var alveg svona fannst það strax skemmtilegt en hefði mest kannski farið 10 km og var alveg svona vissalega hvað var að róa. Já. En ég gerir mér enga grein fyrir hvað 100 km að vera langt og í tíma og svoleiðis sko. En být það í mig að taka þessa gamaldags nálgun eða sem einhverju hefði gert og klára það. Það án þess að standa upp og án þess að sleppa? Já. Hvað varstu lengið því? 7 klukkutíma og 55 mínútur. Var það ekki ömurlegt? Það var eiginlega næstu ömurlegt, jú. Já, svona líka bara því að ég mætti niður yfir, þeir voru búin að græja samt eitthvað svona spons, voru hann eitthvað nokk og barbells og fullt af einhverju svona dóti sem að þeir voru búin að græja. Ég mætti með Snickers og mögulega Gatorade. Já, þeir voru með einhverju blöndur, þannig að næringin var engin sko. Ég held ég hafi borðað eitt svona próteinstykki, hálfan banana og drukkið 1 Gatorade og svo var ég að drakka vatn. Þannig að fyrstu 20 kilometrana ég satt við hliðina á Kolbein Eli sem var þjálfari niður frá. Fyrstu 20 kilometrana leiði mér ótrúlega vel þegar maður var svona að komast í gírinn og ég hugsaði bara að þetta verið geðveikt, alveg geðveikt og Kolli var bara svona, við vorum svona svipuðu tempói og svo þegar við vorum búin með 50 kilometra þá kom skellurinn sko. Þá kom bara deburð og þá fór náttúrulega kikkin bara svona næring og svona vöndun og hinn og þessu sko, sem ég var ekki að kveikja á þá sko. Samt, verandi íþróttafræðingur og eiga að vera með svona hluti á hreinu, en ég bara eins og ég segi, hræðilegur í að skipulegja með eitthvað svona. Þannig að það var áskorun og þess að þegar voru 40 kilometrar eftir þá var ég búin að býta þetta vel í mig að standa aldrei upp og ég sé að hinn að standa upp og alltaf bara, það væri geggjað að geta staðið aðeins upp og það var einn að teygja fyrir frá mig og bara, með langaði svo að standa upp og það eru svona 40 kilometrar eftir þá er ég búin að drekka svolítið vatni þannig að þá kemur pissusprengur. Nei, já, þú mátt alltaf ekki pissa maður. Nei, og náttúrulega maður var búin að heyra að menn hafði þegar ég gerði þetta að menn hafði einhverju pissað í flösku en þarna var bara laugardagsmorgun í CrossFit Reykjavík og full sving í salnum, fullt af fólki að koma og spjalla og fylgjast með og tæpa 40 kilometra er ég ofan á allt saman að halda í mér sko. Þannig að það eru 3 tímar já, sem var alveg ömuleg lífsreynsla ofan á að vera að fara í eitthvað sem ég hafði ekki gert áður og bara vissi ekki hvað ég vissi rauninni bara hvern kilometra fyrir sig skilur, ég vissi ekkert hvað beið svona, og þannig að frá 60 kilometrum og upp í rest að þá upp í 100 þá er þetta svona mjög andlega svona erfitt og challenging sko. Já, náður að koma þér aftur upp á eitthvað flug eftir 50 kilometrana eða? Ekki svo rosalega mikið sko. Nei, var bara veggur og síðan bara þurfti maður að skrapa sig saman og klára þetta eftir það. Já, og eins og ég segi, mín nálgun þá var alltaf bara engin í raunni, bara ég ætla að róa 100 km og tala alltaf bara um það, en ég var ekkert búin að pæla í næringu, þannig að það hefur alveg pottið haft eitthvað með að gera. Já, ég held að það sé eitthvað tengt næringunni og bara svona orkulöfulinu, en mér finnst alltaf vera svona ákveðin forvari, ef mann líður geðveikt vel einmitt eftir svona 10-20 km eða 10-20% af því sem maður er að gera, það kemur sveiflan niður sko. Já, og hún kom alveg sko. Og maður hliðina á mig sem var róa sem heitir Siggi, hann
hann leit á skjáin hjá mér og var eitthvað svona, wow, herðu, að vera slegin einhver tíma með hérna og ég var bara, það getur vel verið og leið bara þannig, en hann var alltaf að standa upp, eða svona reglulega, ekki alltaf en reglulega, ekki meiri mínútu kannski, bara að labba og þegar að fór að líða á seinni hlutan, þá voru við nokkurn veginn bara á svipuðum stað, sko, því ég var farin að gefa svo mikið eftir. Þetta er bara spurning að peysa sig, sko. Já. Þetta er bara sem að byrja votið bara af fullum krafti. Já. Það bara brennir maður út, sko. En það var bara svolítið þannig og en samt einhvern veginn, einhvern veginn fannst mér þetta samt svo geggja samt, þú veist, að vera á einhverju stað sem hefur aldrei verið áður í haustnum, sko, og svona eftir að hyggja var kannski bara geggja að ég þurfti að pissa svona mikið, þú veist, það var svona eitt annað sem maður þurfti að díla við, en svo þetta aftur þetta að versna því að ég er engin keppnismaður í grunninn, mér veist, kannski jú þegar ég var yngri, en veist, það skipti mig í rauninni engu máli þó ég vinni að tapa, veist, og þú sérstaklega þegar að koma að crossfitinu og búin að fara í gegnum eitthvað Íslandsmót þar sem að ég sá bara hversu hátt level sumir gaurar eru á, sko, að háu leveli, þannig að svona mín álgun var eða orðin bara svona, veist, bara geðveitt gaman að vera hérna með fólki og gera þetta, þannig að veist, það var aldrei neitt svona einn pæling að vera eitthvað fyrstur með hana róður, en svo var fólk eitthvað svona mikið af fólki að koma og var að segja mér að ég væri fyrstur, eða sérst væri komin lengst og það var ekkert að trufla mig neitt, sko, en svona þegar það fór kannski svona 85 kilometrum þá hugsaði ég kannski, því maður er búin að vera framar en hinir allan tíma og kannski væri gaman að klára fyrstur, en ekkert truflaði mig ekkert meira, en Siggi, hérna vinur minn sem að horfði á mig stefna og setja eitthvað tíma með, hann var alltaf að saksa á mig svo, samt að standa upp en var alltaf að saksa á þessu, þannig að bara svona til þess að ekki langa sér að stutta að síðustu 3-4 kílómetrarnir þá var ég búin að býta í mig svona, veist, ok, það skiptir einhver máli að mér langar að vera fyrstur, þannig að síðustu 4 eða 3 kílómetrar af 100 voru pínur reis á milli þín og Sigga á þess að neitt, veist, ég vildi ekki viðkjöna það, hann ekki heldur og hann er örugglega ekkert búin að pæla í því, en þannig að ég kláraði mínútu á undan honum og náði því? Já, mínútu á undan, 100 kílómetra á 8 klukkutímum já, samt er hann búin að standa upp reglulega og ég er bara í einhverju rugli, en það voru ekki góðir 2 kílómetrar síðustu 2, það var mjög erfitt já, get trúið því og fullt af fólki komið og eitthvað svona og hvetja mann áfram og en svo var áhugavert líka sérst, svo eftir þetta þá stendi ég upp og alltaf ekki búin að standa upp í 8 klukkutíma og svona riða næstu dett bara eila næstu þegar maður sýsti mín þarna, hún grípur mig en ég bara er svo rosalega mikið spreng, sko, ég verð að komast á klósettið, þannig að ég hef svona siksaka mjög veglega í áttina klósettinu hann í CrossFit Reykjavík og ég man bara að gegja setjast og pissa Svo ekki að það hafi bara ekki verið við hæfi að pissa í flösku í kringum allt fólkið þarna já, það var bara, það hefði verið náttúrulega bara það hefði bara verið sjokkerandi fyrir marga, það hefði bara ekki verið í boði nei. Þannig að svo recover ég eftir þetta og fyrir heim og er bara svona í svona andlegri svona vímu, það er að komast yfir hversu erfitt þetta var, hafa klárað þetta, mér fannst það geðveikt, sko, og líka bara í þessum félagskap, mér fannst líka gaman, sko, ég kláraði töluvert langt á undan þeir sem kláraði síðast, en ég var samt allan tíman þarna, menn voru eitthvað svona ef ekki komið sturt og mér fannst bara svo geggjað að vera í þessu atmosfæri og í andrúmsloftinu og með þeim og fylgjast með Kolbeini Eli vera lífið var að fjara út, sko, en að hafa verið þar líka, sko, ég man líka hann Ari Bragi, hlaupari, hann kom og var að spjalla við Kolla, við sátum alltaf hlið og hann segir við hann, pældi hversu sturlað það er að stilla inn 100 kílómetra og byrja svo að róa og það svona það var bara mikið til í því hjá honum en það er samt eitthvað heillandi við það. Já, hversu mikið ómaði þessi setning í hausnum að þú tókst 500?
ekkert rosa mikið sko. Náður að loka á það alveg. Veist, en vissulega, jú, en veist, þetta er líka bara, veist, þegar þú var að fara að róa 100 km þá hugsaði bara 100, en þegar ég var að fara að róa 500 km þá hugsaði þetta bara í 500, veist, þá voru 100 km bara eitt skref í áttina því sem ég var að fara að gera og veist, fólk var bara svona að spyrja svona, þegar það kom sko, þá var fólk að spyrja veist, hvernig veist, eldur þú getur þetta eitthvað svona, veist, en ég var svo sem aldrei í vafa með það sko. Að bara geta klárað 500 km það var aldrei veist, ég var alltaf búin að eftir þessa 100 km þá tekið 2 aðrar áskorunir sem er það sem er Adda og síðan svo á ammælinu mínu þá tók ég sagt, æfingu sem ég hafi gert í World Class einu sinni, þá er sagt, æfing sem heitir 12 Days of Christmas CrossFit æfing sem að er oft tekin í kringum jólin í mörgum útfærslum og mörgum stöðum það sem að æfingin virkar þannig að þú tekur fyrst 1 rep á einhverju einn æfingu, svo tekur 2 á einhverju öðru og svo 1, svo 3, 2, 1 svo 4, 2, 1, 3, 2, 1 og svona niður og það breytist það er aldrei sama æfing í hverju reppi, í reppi 1 þá er ein æfing, í reppi 12 það er allt önnur æfing. En þegar þú ert komin í æfingu 12 þá þarf það að taka síðan aftur 11, 10, 9, 8 það er bara svona það verður ógeðslega langt já, og ég hafði einhvern tímann séð hana í kringum spóla tilbaka í World Class tíman og þá var ég mikið að æfa í Egilshöllinni og það er að líða er að koma jól og ég sé þetta á svo mörgum stöðum eitthvað svona 12 Days of Christmas þannig ég útbý mína æfingu af þessa útfærslu bara setja upp það sem að þá var ég nýbúin að ná svona barmuscle uppi þannig að ég setti hana inn í og það var handstöðganga 10 metrar það var sagt, og útbý mína æfingu nema það að ég að því við erum á Íslandi þá hugsaði ég þá höfum við þetta 13 jólat og er búin að vera eitthvað svona skoða einhverja tíma eitthvað svona bara þetta var geggjað og hringdi í konuna mín og sagði ég ætla að klára æfingun og svo kem ég heim nefnir hvað, ég misskildi æfinguna stórlega þannig að ég fór alltaf 1, 2, 3 upp í 13 sinnum já, einmitt og eftir umferð 5 þá datt mér svona í huga að þetta væri einhver misskilningur í gangi en ég enda á að klára ég hugsaði bara, ég klára þetta bara og það tók mig 2 tíma og í miðri æfingunni er ég bara rosalega er ég lélugur því að tíma sem ég var að sjá voru kannski 25 upp í 35-40 mínútur sko. Gerður það þá 13 umferðir af 1, 2, 3 bara upp í 13 Þannig að þú gerir 13 sinnum 13 af lokareppinu í rauninni Já, og ég var í 2 tíma að þessu og meira þess að í World Class það er ekki mikið að stöngum og svona þannig að ég var ofta að sækja að því að það var langt í kannski ég var að taka power clean eða eitthvað þá var bara einhver búin að koma og taka stöngin þannig ég var alltaf að sækja stöngin aftur og mögulega bíða smá eftir að hún losnaði aftur og og fólk bara ganga frá eftir mig skilur þannig að bara einhver búnaður út allt í 2 tíma bara, en það hafðist og og þarna var ég náttúrulega bara einn í mínum haus það var enginn í kringum mig í CrossFit nema þær sem eru að vinna með mér þannig ég ekki að tala um þetta við þær en svo þegar ég kem heim þá var náttúrulega kona mín bara hvað ert þú búin að vera þetta áttu bara klukkutíma æfing eða eitthvað svona en þá var þetta náttúrulega bara með öllu 3 tíma prósess en já, svo þess að spóla áfram það langaði mig alltaf að taka þessa æfingu aftur og svo þegar ég er búin að taka þetta með Adda þá var ég í alls konar pælingum og sem að eru ennþá bara til staðar mér langaði til dæmis að taka það sem hann gerði AMRAP í 36 tíma og eitthvað svona dót sko AMRAP því þá bara eins mikið og getur á 36 tímum nema ég ákveð að mér langi að eyða afmælisdeginum mínum í að gera þessa æfingu sem ég hafi gert í World Class og sjá hversu margar umferðir ég kæmist í gegn á 12 tímum
en ég þurfti svona aðeins að tvíka og breyta því að í 12 tíma ekkert það getur verið erfitt að taka kannski 10 metra handstöðgöngu í 12 tíma þannig að ég tók það út og bætti bara inn svona kassa uppstigum og svona breyti svona örlítið bara svo ég myndi ekki rústa mér einhvers staðar en það var samt í rauninni þetta bara löng útgáfa af crossfit-æfingu þeir sem hafa tekið 20 mínúna amrapp af einhverju eða... Þetta heill dagur af crossfit-æfingu já, og ég var bara ekki búin að enn og aftur, ekki búin að pæla í neinu þannig að svo bara mæti ég þannig niður eftir og fæ spyr Evert hvort ég megi gera þetta á hvort ég bara megi ekki bara vera út í hotni og kemi fyrir og hita eins upp og byrja svo klukkan 7 morguninn en fyrsta ég ætla ekki að þylja upp hvað var í æfingunni fyrsta æfingin var deadlift 120 kíló það var 1 rep og svo 2 rep af ring muscle up eða muscle up í ringjum og svo voru bara upphýfingar 5 af því og 9 tóstúbar eða tæri slá þannig að klukkan 12 þegar ég á í rauninni 7 tíma eftir að þá allt grip alveg steikt sko. Þá fattaði ég náttúrulega þetta er að þetta er svo mikið af hangi og mikið af togi og eitthvað svona þannig að það svona, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra svona höfverði, það var samt aldrei ég tók því bara einhvern veginn sem bara svona áskorun en ég var búin að ná í handklæði þetta er svona, það var eitt sem aðeins með mér sagði þetta er eiginlega allt nórepp hjá þér því að ég var búin að ná í rauninni bara að ég nota aldrei grifflur eða sérst svona 5-leikóla en ég var búin að ná í handklæði bara til þess að þóla það bara að snerta stöngina með að halda í upphýfingum sérstaklega á tóstúpar. Varstu búin að rifna eitthvað? Nei, ekki þannig en ég fann að þetta var ekki á góðri leið en svo svo bara svona 5-leitið þá kemur sonu minna það með mömmu sinni og þau koma og það er bara eins, ég mætti með 3 flatkökur smurðar með miklu smjöri einhverja 2-3 Gatorade brúsa netur og barbells svona stangir og þegar maður er einn þú verður eiginlega næraði í svona og þegar þú ert einn þú þekkir það ekki eins og ég með kannski marathon mann er ekkert svangur mann langar alls ekki að fá neitt sko, og sérstaklega ekki borða þannig að það er orðið 5-leiti á kemur sonu minn þá er þetta orðið bara að taka 1 deadlift var orðið svo ógeðslega erfitt bara að því að við vorum svo illt í höndun og svo þegar búin þar þá tók við ringmuscle up þetta var það sem voru þetta sveiflaði bara hangandi í ringjunum þannig að þau komaða og þá hefði þetta var afmælisdagurinn minn og þá hefði tengt og hendi í pönnukökur og svona og þá var ég ekkert búin að taka mikið af einhverjum svona áskorunum með að gera neitt þannig að þau skildu ekkert okkur ég var ekki að koma á eitthvað svona en kona mín útskýra það þannig að þau koma með pönnukökur til mín sérstaklega með rjóma og sultu og svona og það var smá búst að fá það og svo var, er sonu minn horfið mikið á crossfit með mér mikið að pæla, hann er sjálfur í íþróttum hann var, tók það ekki mál að fara heim aftur með mömmu sinni þannig að það gaf mér líka alveg geggja að hann síðustu 2 tímana en ég enda á að fara 70 sinnum í gegnum þetta á þessum 12 tímum. Varstu að taka þér eitthvað pásur á milli eða? Já, bara hvíldir á milli reppa í rauninni? Bara reppa í rauninni, býta af flatkökunni minni eða fá mér að drekka En þú fórst ekkert eitthvað og settist niður í 20 mínútur? Nei, það var engin svoleiðis pása en samt alveg bara, það var alveg stundum sem að var bara, mér langar ekki að taka næstu 5 uppbyggingar þá bara settist ég niður og fekk mér að borða en svo alltaf var líka bara þetta var á föstudegi þannig að stöðin var orðin pökkuð klukkan 5 þannig að ég var svona að tvístiga hann á milli allra einhvern veginn Búin að vera í 10 tíma Já, en það var samt bara mér leið meira svona eins og ég var fyrir þeim sem ég var náttúrulega en það var líka bara svona auka áskorun
eða sérst, já, svona bara umhverfið bara öðru í sig núna já, þetta er bara einhvern veginn svona ég drakk þetta bara í mig einhvern veginn, þetta var á drullu erfitt samt og líka bara inn í þessu, það var eitt sem kom til mín sem að þegar ég var að byrja þegar ég var búið með fyrstu 2 umferðnar það er sérst í upphæðlega æfingunum sem ég gerði voru 13 double unders, það var 13 og sem er 2-falt sip já, 2-falt sip, já og mér fannst það þegar ég var að setja þetta upp gerði svona plastaði svona plagg með, þú veist 1, 2, 3, hvað æfing væri og allt svona og var búin að setja innan sviga sinnum 3 það var 39 að mér fannst 13 bara einhvern veginn, maður fljótu með 13 2-falt sip, sko já, náttúrulega að 3-falda magnið þar já, og gerði það en það kom einn til mín sem var eftir 2 umferðir sem var bara búin að æfa og hann morgunum kemur og er eitthvað svona skoðenda og spyr, heldur þú vilja ekki skala þetta niður í bara 13 aftur, þetta verður svolítið mikið, sko en af því að ég var búin að setja þetta á blað og búin að plasta þá gat ég einhvern veginn ekki horfið frá því þannig að það var alltaf 39 2-falt sip. Var það að gera út af við þannig í lokin? Nei, svo sem ekki, sko hann er alltaf ekki mjög taxing, það er meira bara svona að gera það, sko já, en ég svona hafði meira áhyggjur af bara svona upp á svona stóðkerfi í rauninni bara svona mikið hopp alltaf já. en já, hvert var ég komin? Þú er bara áskorun að geta maður og vilt elskar að líða illa já, það er bara svo leiðis og þú ert að leita að annarri áskorun og ert statt og stöðut með það svona já, þeir sem hafa farið í gegnum svona nú er ég ekkert að segja að ég hafi verið ég er ekkert, ég hafa ekkert mörg afrek og svona, en ég hef maður fann að tengja við þá sem er að gera Spartan og í hvert skipti sem ég kláraði sem sagt þarna 100 km róður 24 klukkustunduna með Adda og svo þetta ammælisdæmi að þá meira segja eftir ammælisdótið að þá krampaði ég að þetta var ammæli mitt þá hugsaði ég ætla að fara ég kem við á Dominos ég held ég að panta allt sem var á matseðlunum bara liggur við, allt sem var í boði í rauninni fer heim, svo skakklapast heim hafði áður gert þarna 24 klukkustunda áskorunina en þess að þetta var svo miklu öðruvísi, þetta var svo mikið hang og mikið af svona bara crossfit æfingum og liftingum og það voru power clean og front squat í þessu og eitthvað svona að ég fer heim kemst heim með Dominos dótið svo þegar ég kem heim þá bara hef ég enga list á neinu og eiginlega flökur og eiginlega slæ svona pínu niður og er bara ískallt og leggst á gólfið og í ullapeysu og svona semiskjálfandi á þeim tímapunkti þá hugsaði ég alveg var það þess virði og svo á ég eina litla 4 ára sem er mikill svona orkubolti og er náttúrulega bara alls ekkert að pæli að pabbi er búin að vera í 12 tíma í einhverju áhugamáli og er eitthvað svona hoppa í kringum og hoppar eitt skipti á mig þannig að ég bregst við og í leiðinni krampa bara allur bara allur en hægri fóturinn bara alveg stífnar upp allur kviðurinn hægra megin þetta bara einhvern veginn fór svona ská í gegnum líkamann þannig að ég ligg bara alveg í svona sársaukafullum krampa og liggjandi á gólfinu sko. Og kona mín er hjúkrunarfræðingur og horfir náttúrulega bara á mig og þú bara komst þér í þetta nei og horfir bara upp á mig hvernig ég er og svona, þetta lagast alveg ég fer í göngutúr sem að hjálpar alveg til svona eftir á bara að hyggja einn mikilvægasti göngutúr sem ég farið í bara upp á recovery og svona en næja borða eitthvað svona en já, og fer svo bara að sofa, vakna samt svo bara ferskur í rauninni daginn eftir í alvörunni? Já, svona merkilega með að við hvernig ég lá á gólfinu þarna okay. Fer neyri CrossFit Reykjavík og hjóla þar og bara svona rólega bara og já náðu súr mér en það sem ég var að koma að þeir sem hafa farið í gegnum
svona einhverjar áskoranir þekkja það flestir leið og veistu, kona mér segir bara nú er langt í næsta og en leið og maður svona orðin fitt til þess að hugsa að þá fer að læðast aftur einhver hugsun að einhver öðru þú kannski þekkir örugglega sjálfur að hafa hlaupið maraþon langar örugglega að prófa eitthvað meira. Já, algjörlega, það einhvern veginn ekki þó sem maður mögulega haldið á þetta, það svo fátt annað sem kemst að þegar maður er að huga svona markmið en þú veist, leið og það búið þá hausinn einhvern veginn ennþá í því bara tjóðlega gaman að sækjast í svona markmið og svona áskoranir þannig að leið maður klárar eitthvað þá ennþá bara svo, þá meira bara svona space fyrir að láta eitthvað nýtt inn Já, algjörlega, þetta svona pínu við líka bara svona pínu hvað ég segja, fíkn í rauninni, að því að mómentið þú klárar gegnum allt þetta sem ég hef farið þá man ég svo sterkt alltaf eftir mómentið sem ég klára og bara svona ég laus úr þessu en ég yfirstegi þetta og það er bara einhver svona röss sem að maður fær bara einhver víma, andleg víma og hafa klárað þetta sem maður sækist alltaf í held ég og ég finn það bara að eftir eftir 500 km róðurinn strax á þriðjudeginum var farið að læðast svona hvað getur verið næst þó að verið kannski langt í það maður svona, ég er alltaf leitandi Já, líka fyrir þér örugglega þú ert örugglega bara orðin sá einstaklingur sem tekur svona áskorun þú ert búin að gera þetta 24 tíma challenge búin að taka þetta 12 tíma þarna og ert búin að róa 100 km síðan ertu búin að róa 500 það er ekkert eitthvað svona, nú er allt búið þú ert bara orðin sá einstaklingur sem að fer í gegnum svona stöf algjörlega og ég meina bara svo það ekki mikið góð fólki samt þarna niður frá í CrossFit Reykjavík sem er dásama það sem maður hefur gert eða bara vel gert og allt það en svo er ég samt þannig að mér finnst óþægilegt að vera í einhverju svona vera að fá einhverju svona athygli út á eitthvað sem ég geri og á árshátíð og án þess samt að vera að gera lítið úr því hvað fólk er að segja við mig eða hvað finnst mig þá finnst mér það óþægilegt einhverju þetta vegna og á árshátíðinni hjá CrossFit Reykjavík mæti ég og þar fæ ég viðurkenningu fyrir að hafa sem ljónshjarta CrossFit Reykjavíkur og það átt að tákna einhver sem hefur gert eitthvað svakalegt og það var bara flott og því var svo postað inn á mánudeginum eða sunnudeginum og á CFR síðuna Facebook síðuna og þá koma fullt af einhverjum svona likes og fólk að kommenta þá ringi ég bróðum minn og segja ég get ekki gert meira þarna niður frá og á þess að neitt viti að þetta er bara búið að því mínum huga eru svo ógeðslega mikið af fólki sem að hefur gert meira og bara þarna niður frá fólk sem hefur farið á heimsleikana og fólk sem hefur farið í gegnum kannski andlegar og líkamlegar hindranir bara með sjálfan sig og þunglindi kannski en byggt sig upp í gegnum CrossFit í þarna niður frá þetta var bara svona áskorun sem ég valdi mér bara einhver heimsku pör í rauninni en ég ringi bróðum og segja bara þetta er bara síðasta sem ég geri nú mæti ég bara í minn tíma og eitthvað svona að mér fannst á sama tíma og ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem er að koma til mín og ég tek það og kann að meta og virði það og algjör bara heiður allt sem ég er að fá allt umtal og svona en þetta minnst það óþægilegt en svo bróður minn gerir nú bara lítið úr þessu þetta er bara allt í góðu bara, þetta er bara svona en svo við komum að þessari 500 kilometra áskorun en þá eftir ammæli mig þá er ég búin að segja við konuna mína að ég gerum kannski bara eitthvað næsta ári og er með einhverja hugmyndir eitthvað kannski tengt sundi eða eitthvað svona eitthvað allt annað en svo er ég í vinnunni að keyra í bílnum og er að hlusta á podcastið þegar þú tekur við Elisabetu sem að ég hef alltaf vitað af eðlilega náttúrulega hefur verið í sjónvarpi sem við hefur fréttakona eitthvað svona og mér fannst bara svo geggjað
geggi frásögnin hennar, veist, mér fannst þetta svo veist, að vera einn einhvers staðar bara sturla það sem hún gerði náttúrulega en þess að þetta að hlusta á það og að heyra hann að segja þú veist, tala veist, hún var fann að sjá offsjónir og veist, af svefnleysi og við erum alltaf að tala 4 sólarhringa sem náttúrulega bara svakalegt en það var eitthvað sem mér fannst svona skemmtilegt og áhugavert og svona heyra hvernig hún fór í gegnum þetta og svona á þess að sína hljómið sem klísja og svona poppar upp í hausinn á mér bara þetta 500 kilometrar róður eða á 50 tímum eða að því að hún fór 400 og 100 það var bara eitthvað svona tala sem poppaði upp í hausinn á mér og bara svona bara hana, ég bara klára að hlusta podcasti og svo fer ég eitthvað svona að hugsa þetta en á sama tíma ég svona að reyna að sannfæra sjálf mig með að láta þetta bara vera það hljómar alveg ömulega og hafandi farið 200 kilometra mér finnst alveg gaman að róa en þetta alveg svona í svona langa tíma alveg krefjandi ég sendi á bróði minn, hann hefur sagt frá því ég sendi á hans svona bara skilabóð, hann út á Spáni þá ég komin þá ég svona að berja í haustnum á mér að berjast við að halda áfram að hugsa þetta en samt komin lengra en ég held bara í haustnum að þessu að ég tek sko mynd af skjá af róðravél, þar sem ég er búin að setja inn 500, senda á hann og skrifa að mér minnir eitthvað bara hinta á næsta challenge og hann alltaf bara tilbaka þú bilaður og já, svo líði einhverjir dagar og ég svo eitthvað ströggla með þetta en þá kemur svo harmleikur að Kristín Sif þjálfari niður frá í CrossFit Reykjavík missir manninn sinn og hann tekur sitt eigið líf og ég þekkti Kristínu ekki neitt áður en ég byrjaði í CrossFit og kynntist inn í rauninni ekkert eitthvað mikið svona fljótt strax eða í rauninni bara þetta bara ég man bara þegar ég hitt hann fyrst þá ég bara einhver grænjaxlata niður frá búi með eina æfingu og Evert býður mér að koma með sér og einhverjum öðrum hóp að taka aðra æfingu sem var prógram sem heitir trainingplan sem að margir að fylgja það niður frá og Anni og Bjöggi og ég bara ekkert mál bara gaman og hún í þeim hópi Kristín og hún kemur til mín bara strax og kynni sig tekur í hendina á mér og allir hinir bara heilsa á allt svo leiðis og bara kynni sig og allt góð með það og svo einhvern tíman ég í voti hjá henni eða á æfingu hjá henni þá svona mörg smáatrið tengdinni ég var að segja þetta við einhvern daginn smáatrið sem tengjast henni sem ég man svo sterkt en ég var að segja henni þetta helgina þegar við erum var að segja henni frá þessu hún alltaf man ekki neitt af þessu sko en þetta sat eitthvað svo sterkt í mér og einhvern tímann ég að róa og held með svona yfirgripi þar sem að þumallin líka yfir handfanginu ég ekki vanur að gera það en ég var í þessu voti og hún kemur til mín og leiðrétti mig og segir mér að halda bara utanum eins og þeir eru með liftingastöng og í kjölfar á þeim tíma spjöllum við eitthvað smá róður og hún hafi tekið eitthvað svona róðranámskeið hjá held hann heiti Cameron Nichols já, og var að tala eitthvað svona að fara út og sækja sér einhver þjálfara eða einhver rétti bara læra meira með róður og segir eitthvað svona í grínu þú kemur bara með mér að því ég var búin að segja henni mér finnst gaman ró en svo þeir sem þekkja hana svo þetta ekkert meira en bara hæ og hvað segirðu og Íslandsmóti bara í gangi vel en þeir sem þekkja hana hafa umgengist hana hún bara svo svona mögnu persóna hún með svona jákvætt og gott svona presens, svona nærveru alltaf gefandi öllum high five peppand fólk áfram og
alltaf gaman, og það var einhvern veginn bara svona já, svo bara í alla staði bara frábær manneskja, bara ekkert slæmt í henni, samt þekkti ég ekki það mikið, en bara svona ég skynjaði strax, og ég var að segja veitnum eins og þetta hafi verið talandi klísju, eins klísjukent það hafi verið einhver svona köllun sem sagt að bróður minn ennþá úti þegar þetta þegar hann deyr, og hún opinberði á Facebook bara strax og opin með það, og þá hugsaði ég bara, herðu, sé að það komin einhver söfnunarreikningur í gang, og hugsa bara fuck it, gerum þetta bara og reynum að gera eitthvað gott úr þessu. Sendi þess að á, og þannig ég ekkert búin að pæla neitt í þessu, sko. Sendi á konuna sem að kemur söfnunarreikningum að stað, og sendi á Evert, og ég segi bara ég ætla að gera þetta og mér langi að tengja það við, sendi svo Evert, og ég sé að pæli þessu og hvort það sé í lagi, ég gera það niður frá og allt það ekki bara, þetta var bara svona impuls, eða svona bara spontant, ég satt einhvern tímann í bílnum bara og sendi bara, ég geri þetta bara. Svo eftir það, þá fer ég í rauninni svolítið að pæli bara yfir höfuð, hvort þessi gerlegt, hvort að einhver hafi einhvern tímann gert eitthvað svona, og þú það var ekkert búin að testa peysið eða neitt svoleiðis, þú ekkert búin að reikna á hvaða hrað þú þurftir að vera eða... ekki neitt, sko, og sérst, já, og eins og ég segi, var að segja á hann að þessi ljónshjartatitill var komin hann eitthvað frá ásatíðinni, mér fannst óþægilegt samt að fara af stað einhvern veginn enn og aftur alltaf þessi gaur að gera eitthvað, skilur við þessi. Þannig að ég var ekkert að segja neinum þetta, ég sá bara fyrir mér, ég geri þetta bara á, og verður einhver baukur og við getum gert eitthvað svona áheit, ég verð bara út í hotni og reyna að láta bara gera það sem minnst. Það var náttúrulega nákvæmlega eins og ég sá það fyrir mig líka. Ég postaði mitt einhver inn á síðuna og ætlaði að gera þetta, og inn á CrossFit Reykjavík Facebook síðuna, og ég bara svona sá fyrir mér bara, herðu, wow, ég myndi ekki einu svona vaka í 50 tíma, og þetta bara hann að fara að vera út í hotni, hann að fara að róa, síðan bara ljósin slögt, síðan mætir eitthvað morgunum eftir, tjekkar, já, Einar ennþá þarna, hann á lífi, hann er búinn að fá sér að drekka og borða, honum líður ömurlega, en hann ætlar að halda áfram. Þetta var alls ekki raunin með þetta árið. Nei, alls ekki, og og ég ekkert á, ég ætla bara að láta tíma líða, og en svo fer þetta greinlega að spyrjast út, og einhvern tíma spurður þetta inn í klefa, og þá Sveinbjörn Sveinbjörnsson hetja þar inn í klefa, æfingafélagi og vinur þar, og heyrir af þessu, og svona segir, hvað segirðu, hvað er þetta, og 500 kilometrar á 50 tímum, og hann segir, það er helvíti langt, og ég hugsaði bara, hann hefur farið í gegnum Helvík, eða Helvíkend, sem var í tengslu við bootcamp, að hann segi þetta, þá er þetta eitthvað, og þá var ég í ströggli með, ég hef bara ekki búin að pæla í bara hvort þetta gangi upp, sko. Þú vissi bara ekki hvað varst að fara út í? Ég vissi bara ekki hvað ég var að fara út í. En hann kemur mjög svona öflugur inn í það, áhugasamur inn í það, og ég tala með þetta við bróði minn, Heimir, vissi svo sem alveg við hvernig ég var að tala þegar ég setti þetta í baðan bara ég sagði þetta er eitthvað svona aðeins byrja að kvissast út, og þetta verður kannski eitthvað aðeins öðru sem ég held, getur þú bara tekið svona verkefnastjórnun á þessu, eða bara að því ég kann það alls ekki, og ég er mjög lélegur að sækja eitthvað og eitthvað svona dót, þannig að og svo kemur hann bara til mín og segir bara, herri, núna verður þú að setja þetta inn á síðuna, og við erum konast af með þetta, þú verður núna að segja fólki hvað þú ert að fara að gera. Ég var bara ennþá þessari pælingu hann að ljónshjarta bara búið, hann að við setjum eitthvað hann inn á síðuna, og svo verða viðtökuna bara svo fáránlegar, eða bara jákvætt, bara geggjaðar, fólk bara svona fer að spyrja,
Þannig er þetta náttúrulega búin að segja að þú ætlar að gera þetta fyrir hana Kristínu. Já, og já. þannig er náttúrulega fólk mjög mikið samhugur í fólki að vilja styðja við bakið á Kristínu, en þessi upplifun þín sem úrst að lýsa af henni, það geta allir tekið í sama streng, það er alltaf bara fáránlega mikil jákvæðni og bara alltaf gaman að hitta Kristínu. Þannig ég held að samfélagið tók strax mjög vel í þetta. Já, og hún náttúrulega líka bara er bara mjög hugrakk og bara strax mjög opin með hvað gerðist og já, þannig að og bara, og tilbúin bara að gefa af sér til þess að í einhverja forvarnir, eða bara að tala þetta og þetta virðist oft vera svo mikið tabú, ég elst upp hana, eins og ég segja áðan, á Hvammstanga, og frá því ég fæðist og elst upp og flytti Reykjavík og allt það, þá hafa 4 svona nálægt mér farið þessa leið, meira þess að mjög ungir Kallað fyrir eigin hendi. Já, og bæði æskuvinir eða strákar sem ég lék við í æsku og bara svona aðrir sem ég þekkti til, þannig að en þá var ég bara svo ungur, þá kveikti maður ekkert á, en ég fór svona átta mig á hvað þetta er stórt svona, hvað getur maður sagt, vandamál eða sjúkdómurinn. Þetta er, held ég, algengasta döðfall ungra íslenskra karlmanna. Já, sem að mér fannst alveg bara, ég lærið það þessa helgi og mér fannst það bara hræðilegt en svona ótrúlegt, að því maður heyri svo lítið af þessu. Já. Og hún talaði að hún vildi hafa jarðaför og svona fyrir hann og sem að er en maður þekkir, og maður heyrir af að fólk vill ekkit, það er oft bara jarðað í kyrþey og svo bara, og fólk er náttúrulega bara í greiðlega sorg og maður skilur þetta alveg, en eins og hún segir, að fólk sem þetta er náttúrulega sjúkdómur sem að fólk gengur með, maður getur ekki sett sér í þessi spór, hversu andlega lasið fólk er í rauninni, eða kallmenn, en bara svona, já, mér finnst bara hún var bara svo ótrúlega sterk og jákvæð með þetta, vildi hafa jarðaför, því að fólk sem deyr á öðrum sjúkdómi, það er jarðaför og fólk er minnst og svona og ég tala við hann einhvern tímann þegar þetta er farið í gang og ég bara svona, ég hugsa bara, ég verð að tala við hann, bara hvort þessi lagi hennar vegna og hvort þessi bara viðeigandi yfir höfuð, og hún náttúrulega bara, eins og hún er bara, tók vel í það og ég man bara svo sterkt, hún sagði við mig í samtalinu, ég var stressaður að hringi hann og allt og sagði bara við mig í samtalinu, ég hef ekkert annan að velja en að halda áfram, skilur, og ég hugsaði bara, ok, hún, ég er þarna að velja mér áskorun, 500 kilometrar, ég veit ekki hvort það er gerlegt eða ekki, við látum reyna á það og ég get haga minni áskorun og ég get haft stjórn á henni, en hún og aðrir fá bara í andliti bara, herru, gjör svo vel, núna þarf þú að díla við þetta, þau fá ekki velja sína áskorun eða sína aðstæður og fá ekki, hafa ekki þetta að segja, í þessum áskorun sem ég teki, ég get að stoppa bara að teki mig pásu og fengi mér að borða á en í svona sorg og í svona tilfellum og fólk stoppar ekkert bara time out, þannig að og hvað þá náttúrulega setur þetta upp til að byrja með og ræðst í þetta, Já, þannig að já og í kjölfari þá fer að stað eitthvað svona bróðum segir við mig, þekki mér náttúrulega bara vel og segir bara, herru, þetta er að verða svolítið svona stórt, í umfangi og þú verður kannski bara aðeins að taka því að sé smá athygli núna og vitandi að kunnur illa við það. Já, en það var svo sem ekkert mál, ég er ekkert þannig, ég hleyp ekkert bara inn í herbergi einhver kemur heimsókn en bara mér finnst svo bara, eins og ég segi, bara heiður að fólk sé að það sem fólk segir við mann, en það er bara svo margir aðri sem að gera svo magnaða hluti, en allavega það líður að þessu og svo já, og ég er með Sveinbjörn með mér í þessu líka
og það svona glerharður gaur, ég þekkti hann ekki neina öðru, bara komst að því bara seint, hann hafði verið eitthvað svona CrossFit Legend, farið á heimsleikana með Anni 2009 og eitthvað svona, ég hafði bara séð að hann var bara drullu öflugur á æfingum og svona bara svona glerharða nálgun á þetta og svona ég hugsa oft bara væri gaman að komast inn í hausun á þessum og ég er alltaf með frestunar áráttu bara háustígi og hann ofta að spurja mig hvernig undirbúningur, hvert ertu komin og ertu búin að tala við Hristi því hann pluggaði fyrir mig Hristi þeir voru tilbúin að leggja til næringu og svona drykki og alls konar og gel og ég var svona nei, herðu og hann reif mig með sér eftir eina hádegisæfinguna og á svona korter 20 mínútum gerðum við meira heldur en ég bara afreikaði síðustu 3 vikur og þá hugsaði ég bara að ok, að fínt að vera með þannan í sínu horni og en hann var alltaf svona að spurja hversu undirbúin ég væri og eins og ég kom inn á hann ég er mjög lélegur að undirbúa mig og fólk var alltaf að spurja mig og undirbúningur var svo sem ekki neitt á síðasta ári ég keypti mér róðravél heim í fyrra sumar og að þeim, mér finnst gaman að róa og bara til þess að hún er ekki vannýtt heima bara, þá sett ég mig markmið fyrir þetta ár að róa 1.000.000 metra sem að hljómar mikið en þetta eru 3.000 metrar á dag og þá tek ég ekki inn í það sem ég ger á skipulaðri æfingu niður frá heldur allt auka og bara á þessari einu vél já, bara eða niður frá eitthvað svona og svo á koncept síðunni þá svona til svona logbook já, nú getur hlaðið bara á userinn þinn já, en ég loggaði alltaf allt og já, nú eiginlega bara meira gert til að ég myndi nýta vélina heima en ég var ekki kaupa hana bara til þess að kaupa hana en já, og svo líður að þessari áskorun og fólk er að spurja og koma með tips ég myndi setjast núna niður nú 10 dagar í þetta taka eitt marathon bara svona á hægu peysi bara svona að venjast við þetta og ég var alltaf bara geðið hugmynd, ég geri það en gerði það samt aldrei þannig að eins og með hinnar þessar áskorunir að ég raunir bara treysti svolítið á hausin ég veit ég er í ágætis formi og ég veit að svona hlutir þetta er svolítið bara hausin og ég er ekkert eitthvað að margir alveg lofa mig fyrir að ég sem er sterkan haus og sterkur andlega en það verður ekkert alltaf verið þannig og ég veit að kannski ekkert sjálfur hvort ég sé það en svona verkefni bara henda einhvern veginn ég hef oft sagt að bara svona útskýra svona hugarástand þá vinna sem myndi henda mér mjög vel væri að ég er sóttur á mótnana keyrt eitthvað og mér er rétt skópla og ég er ekki að segja einhver vinnu hetja en ég bara svona við þurfum að móka skurð héðan og þangað og við sækjum því klukkan 6 í dag þá er ég bara með eitthvað svona einfalt mission sem þarf ekki að hugsa mikið og þeir eru sóttur, þeir eru komið bara á staðinn og þeir ferðið að byrta þann líka og þannig virka ég bara ágætlega ekkert mikið að hugsa en bara gera en varst að horfa 500 km eftir að róa 100 sjálfur fannst þér það ekkert ömurlegt eða? Tilhugsunin eða já, bara að tilhugsunum að fimmfalda þetta jú og náttúrulega glíma við það sem að þú varst ekki glíma við 100 km var ákveðið svefnleysi já, ég fór í gegnum það í 24 tíma áskorunin sem er svefnlega sé ekkert eitthvað hræðilegt fólk hefur alveg vakið í sólarhring og en ég veit ekki, bara nokkuð fljótlega væri bara svona innstiltur á að það eru bara 500 kilometrar og það væri 50 tímar, það væri frá föstudegi fram á sunnudag við stemdum á 50 tíma og ég veit ekki hvort maður sé bara svona naíf eða svona barnalegur en ég næ bara einhvern veginn að einfalda þessa hugsun svona í hausnum á mér það voru margir að koma til mín og segja bara er ég að heyra rétt, þetta að fara að róa 500 og voru að mikla náttúrulega bara fyrir sér eðlilega
en eins og ég sagði að þetta með skurðin ég er bara sóttur og settur einhvers staðar í aðstæður og klára það að þetta var ekkert, þetta vafðist ekkert fyrir mér, ég var ekkert hræddur við þetta en jú vissulega þegar fór að líða aðeins og ég sá sérst umfangi sem var búið að búa í kringum eða sérst sem var í kringum þetta og kona mín líka kemur inn í þetta í undirbúningsferli og þá er ég með þetta heima hjá mig líka hún í einhverju svona undirbúnings og þá var svona farið aðeins að magnast upp og fólk búið til einhvern viðburð og við fórum eitthvað viðtal og svona þá var ég orðin svona og bróðir minn var alveg harður á því að við yrðum að fá eitthvað svona live feed á þetta yrði að vera í svona útsendingu þá var þetta komið ansi langt frá því að vera bara út í hotni einn og áréttaði við mig sagði við mig, þú verður bara að taka þetta á því og í rauninni var þetta samt, þetta snerist og það var ekkert erfitt fyrir mig og þetta snerist náttúrulega bara alltaf málstæðin að ég var alveg tilbúin að gera þetta bara fyrir hana og krakkana og svo fór ég að læra meira heyra meira þennan sjúkdóm og þetta sé algengasta dánarsök ungra kallmann á þessum aldri ég veit ekki nú er ég kannski að fara rangt með 18 til 30 eitthvað þannig að við ákváðum að líka að vekja svolítið athygli á því út með það er svona úrræði fyrir kallmenn sem eru í vandastattir með þetta og þetta samtökin og bara nota tækifæri hérna og benda á það fyrir þá sem er í erfiðleikum með sjálfan sig en já og við fórum í viðtöl og fyrir þetta en við fannst alltaf svona óþægilegt athygli sem ég var að fá en eðlilega það sem ég var að fara að gera þetta en svo þegar það kemur að deginum ég man að ég var heima á 15. og ég var búin að ákveða að gera þetta á minni vél líka ég fór með mína vél niður eftir á 15. bara til þess að gefa ykkur innsýn inn í undirbúningin þá ráfaði ég íbúðina bókstaflega að gera ekki neitt en að reyna að gera eitthvað að reyna að setja eitthvað í tösku og kona mín var alltaf Ásgerður, kona mín var alltaf að kalla og er þetta komið og er þetta komið og ég vissi að þetta myndi alveg reddast þetta var það langu tími yfir helgina að gæti einhver skotist eftir einhver að ná því fyrir mig eitthvað svona en bara svona líka því ég er að segja frá að þessar áskorunir ég á samt mjög erfitt með ég þarf alltaf að hafa einhvern svo ég sendi á Arnar Sigursjá í vikunni fyrir það sem ég er orðin pínu stressaður það er orðin svo mikið umfang og aldrei samt ég efast samt aldrei að ég gæti þetta en ég senda á hann og spyr hvort það er gerlegt og fæ alltaf bara alltaf geggjaðu gaur þetta er bara ég hef enga trú á öðru en þú klárir þetta en spyr svo, ertu búin að skipuleggja næringuna þá er ég bara svona fuck en og það var alltaf bara ekki neitt ég var ekkert búin að pæla út í eitt eða neitt samt er ég að vinna á stað þar sem að eru doktor í næringafræði og eitthvað svona er alls konar og er að æfa niður í CrossFit Reykjavík fullt af fólki sem að er fullt af fróðleik en einhvern veginn tekur frestunarártan alltaf yfir og þetta reddast bara en svo pældi ég svo mikið meira í því var samt svona orðin stressaður bara því að hann sagði þetta en vissi samt að hreisti komust sögðu bara strax við viljum leggja til og Kristín Sif fekk líka lét mig líka fá einhvern pakka frá Perform hann ég vissi að ég var alveg vel settur og en það var mjög erfitt og mjög skrautlegur undirbúningur heima kvöldi áður get ég sagt þér Ég nefnilega upplifði þannig, ég var erlendis þegar þetta átti sér stað í CrossFit Reykjavík og fannst mjög miður að missa af þessu en ég, eins og sé, ég er með þessa hugmynd af því að þú ætlaðir að fara 500 kilometra einn þíns liðs örugglega einhver með þér gefa þér eitthvað að borða það svoleiðis en síðan er ég komin út og ég kíkja á þessa beinu útsendingu og þá ert þú inn í sal og það er allt
pakkað af Já. róðravélum og fólki sitjandi í kringu þig að róa með þér Já, og klukkan sko, þú veist, ég veit ekki hvað það var bara komið kvöld og hérna, fólk átti ekki að vera í stöðinni þarna og það magnaða við þetta er að þetta heldur áfram út alla helgina fólk er bara að róa með þér og þú varst aldrei, það kom aldrei tímapunktur sem þú varst einn í salnum með það. nei, aldrei sko. Ég var búin að segja, ég hlakka til þegar ég verði einn. Já, fórst má neði. Nei, að díla við það. En það er alltaf bara sem betur gerist aldrei, þú veist, ég veit ekki hvað. En þú veist, það var svona líka hluti áskorun, ég hugsaði, þetta verður ógeðslega erfitt ef það verður gaman eða kæmi dauðutími, ekki það að ég sé ekkit eftir ég að hafi aldrei komið dauðutími, að díla við, þú veist, sásugan og allt þetta einn. En fólk er, þú veist, það er verið að tala veist, og að ég sé svona andlega sterkur í þetta og allt það, en ég er samt alveg gaurinn sem ég elska alveg að vera heima í sófa og veist, ég elska alveg að vera í mínu komfortzóni sko, þannig að hérna öll þessi nærvera og þetta er svolítið bara svona lýsandi fyrir andrúmslofti sem ég fjall fyrir þegar ég gengi inn í stöðina bara þessi helgi, öll sko ég og vini sem að komi hann á Réru sem hafa aldrei verið í CrossFit eru bara svona meðaljón mæta bara í ræktina svona 2-3 í viku og foreldrar mínir og aðrir bara sem voru bara snertir í rauninni, bara bókstaflega af þú veist, þessari upplifun og þessu andrúmslofti og í rauninni bara kærleik og ást sem var í gangi þarna sko. Já, engin spurning, það var allt sko löðrandi í einhverju karisma yfir þessum íventi út af að þú veist, eins og hann hérna Orri vinur minn sem þarna, hann fór 100 km, Solveig fer 100 km, þjálfarinn þarna, Haffi fer 100 km, var eitthvað annar sem fór 100? Ekkert. Þú veist hvað, fólk var bara að henda sér í 100 km róður þarna. Já, og ég hef farið 100 km róður eins og ég kom á hann, tvisvar og það er og þú kannski þekkir að sjálfur hafandi verið, það er ekkit þú sest ekkit róðravél og rær 10 km af því bara, eða sem skilur 10 km er bara svolítið mikið sko. Já, fólk þarf líka aðeins átta sig á því hversu langt þessi 500 km eru á róðravél út af, ég held að fólk þú veist eins og Elisabeth hljóp 400 km í Gobi eða merkinni, það hafa flestir hlaupið sko, þannig að þeir kannski tengja við og þeir vita hvað marathon er, það er alveg hellingur, þannig að þeir geta svona, þú veist tífalda þetta og ímynda sér hvað þetta er erfitt en róðravélin er svolítið trikki út af það er ekkert rosa margir nema þeir hafa kannski verið í crossfitinu eða sest á hana í rektinni pröfa þetta, en ég ákvað að út af ég sé þarna myndbönd af þú veist, eins og ég segi þarna Orra og Solveig að taka 100 km með þér og þú að taka 500 km, en ég fer neyri í hótelgymmið sem ég er á og bara, ég sest á vélina og þú veist, ég ger eitthvað og fljótlega áttaði maður bara svona, ok, þetta verður hálfmarathon eftir 5 km þá svona já, ok, þetta er ekkert eins og að fara út að hlaupa, þetta er bara miklu óþægilegra og svona skertar einhvern veginn hreyfing og mér er bara illt í rassinum og hvað er þetta og enda síðan á því að vera lengur að róa hálfmarathon heldur en að hlaupa hálfmarathon og það kom mér mikið á óvart því að þá fyrst áttaði ég á því hvað það væri ógeðslegt að fara 500 km. Já, þetta er náttúrulega að þú situr þú ert svolítið svona, eins og segir þetta er svolítið svona heftstelling sem þú ert í rauninni þið langar svo mikið að standa upp og teygja úr þér og eins og ég sagði hérna þegar ég tók 100 km á þess að standa upp það öskraði alltaf á mig bara þegar ég sá hina að vera að standa upp og svona bara stattu bara upp maður er svona sitjandi þetta er ekki beint þægileg stelling að vera í lengi. Nei. Og þetta er alltaf fáránlega einhæft sko. Þetta er bara fram og aftur. Hvenær byrjar að finna þú sest náttúrulega á einhverja púða bara strax, eða ekki? Sko, þeir hérna í sportförum hendi í mig létum við fá svona gelmottu svona, sem er mjög þægilegt að setjast á sem maður lætur bara yfir hnakkin sem maður situr á vanlega. Já, og ég byrja á því og bara svona komið smá aðdraðandi þegar ég er að keyra niður eftir er heima á föstudeginum klára að vinna fyrir hádegi og ekki fara þar koma að því. Jú, bara endilega er að vinna fyrir hádegi, fer svo heim
var búin að fá frí eftirhátti, reyna að leggja með eitthvað, pabbi kemur í heimsók, reyna að leggja með eitthvað bara, en var orðin svona stressaður og ég viðurkenni það bara, ég var orðin mjög stressaður, sérstaklega bara út af öllu umfangin í kringum þetta sko, ringi bróður minn og segi mér að live útsendingin sé bara klár, þeir eru Sahara ætla að sjá það og þá svo sendi ég á Sveinbjörn og segi bara, ég er þokkalega stressaður, þú verður bara ég verð að treysta á þína hjálp og hann sendi bara tilbaka, ég klikki ekki á því en það er komið smá pressa eða svona þannig ég hendi vélinni í bíl, róravélinni minni, keyri niður og mæti mjög vel undirbúinn með 3 netusmíðasamlokur og þeir kem vélinni fyrir og það er verið að setja allt upp og bróði minn búin að vera sveittur, Sveinbjörn honum til aðstofar, konan búin að vera sveitt safnað styrkjum og áheitum og svoleiðis og fullt af fólki í kring systur mákonu minnar og bara svona ógeðslega mikið af fólki þegar ég kem niður í CrossFit og þá áttaði mig bráði, þú ert ekkert að fara heim fyrir á sunnudaginn hérna, það er fullt af fólki búið að leggja ógeðslega mikið í þetta, þannig að og ég var í rauninni ekki búin að gera neitt á þessum tímabúti nema bara að segja ég ætla að róa 500 km. Já, þú varst bara búin að gefa fólki loforðið að myndi gera þetta. Já, en svo voru bara allir aðrir búin að gera helling sko. Þannig að þarna var bara komið að mér að svona delivera og ég hitti Kristínu hún er að klára æfingu þegar ég er að koma með allt óti, hitti hana og teka utan hana og það var mjög þægileg tilfinning að því að bara fyrir þá sem þekkja hana, hún er bara þetta er bara svona, bara svona gaman svona jákvætt búst bara, þetta verður og svo kem ég mér fyrir, fer með vélina inn og við stillum hana af og er mættur með þessa gelmóttu og svo byrjar þetta bara klukkan 3 og þá eru við búið að setja einhverja vélar upp og svona á síðustu metrunum græjast svona smáadrið svona eins og það var ákveðið bara með litlum fyrir var að hlaupa inn og skrifstofa í CrossFit Reykjavík og náði blöð þar sem að það var búið að stilla upp mikið af vélum og komið með blöð til þess að láta fólk kvitta nafn og aldur og hversu mikið eru í hvert skipti sem við komu. Já, bara smá gestabók fyrir þetta. Já, í rauninni og það var samt búið að vera í hugmyndin í undirbúningunum en var aldrei neitt úr því en það er samt meira cool að þetta séu bara svona einhver svona hráblöð eða bara A4 blöð í einhverju blokk sko. En svo bara, klukkan 3 þá erum við bara ég og Kristín byrjum saman róum fyrstu 10 km saman og bara þeir sem eru þarna setjast á róðravélar og byrja að róa og við vorum búin að ég segi við, ég var búin að ráðfæra með við Sveinbjörn að við myndum róa 10 km og svo væri svona 4 mínútna pása við stemdum á að gera þannig eftir hverja einustu 10. Já, og ef það héldist út alla helgina þá myndum við ná þessu á þessum 50 klukkutímum. Og hvaða pace varst það mið á þarna? Ég var að róa hverja 500 metra var í 2 mínútur og 24, 5. Já. Og það var alveg þægilegt fyrstu 10 kilometrina en svo eðlilega hægðist á og við stemdum á að vinna okkur í hægin taka stuttar pásur, taka 10 kilometra og pásur og vinna okkur inn einhverja klukkutíma sem við getum nýtt á setna í kannski einhverja lengri pásu eða eitthvað og þú ert byrjaður þarna bara sestur á gelpúðan eða eitthvað. Já. Og allan það sem ég tók eftir með út af þegar ég settist á róðravélina þá var ég að hugsa, einar að fara 500 maður verður að taka eitthvað svona hæfilega erfitt, eitthvað svona sem challengear mig en ég ætla ekki að fara neitt nálægt einari í einhverju vegalengd. Þannig ég fattaði bara leið og komið 5 km þá svona áttaði maður bara
þegar maður í voti í crossfitinu eða hvað sem þá maður bara að fara 500, max 1000, 2000 þannig mér bara illt í rassinum eftir 5 kilometra og ég bara byrjar að setjast á hangklæði og svona byrjar að beita mér allt öðruvísi. Hvernig var tilfinningin hjá þér? Þú náttúrulega hafði tekið 100 kilometra tvisvar þarna áður og áttir róður og vel og varst búin að væntanlega vera svolítið á henni en það fer væntanlega fljótlega úr böndunum eða ekki? Jú, þó ég segi sko að ég gerir lítið úr undirbúningunum þá er ég búin að róa fullt á þessu ári og tekið 2100 þannig að það er alveg undirbúningur svona út af fyrir sig sko en sko stefna var að eftir 16 klukkutíma þá væri við búin að vinna okkur inn x klukkutíma og komnir mögulega töluvert lengra en kannski 1/4. Þetta fer, talandi að fara á böndunum sko, þetta var strax farið að vera erfitt í rauninni. Hvað erum við að tala eftir marga kilometra? Bara svona 40-50 kilometra en þá ég að tala bara þegar þá líka minn að vakna og hann farið að byrja að láta vita af sér þú veist, erum við ekki að fara að stoppa og svona fram að miðnætti á föstudagskvöldin þá var ég svolítið að díla við það en samt ekkert sem ég hafði ekki fundið áður en þá bara ekki búin að róa jafn mikið og ég hafði gert áður við erum fljótlega fer ég að setja notast þau svona abmatt sem eru svona aðeins þykkari púðar og sest á það og við erum með alls konar snúning á því róteitum því eftir hverja pásu pásunar voru 4-5 mínútur það var bara klukka og svona fyrstu pásunar voru alltaf skrítnar því þá var í raun ekkert orðið erfitt maður bara svona lappandi og býða í 5 mínútur og svo setjast en mjög fljótlega var þetta að fara að vera erfiðar pásur bara bara miðnætti þá bara komin eymsli á marga staði sko svona óþægilegt rassinn, bakið og þannig að pásurnar fara svolítið mikið í það bara svona sem ég spóli í gegnum svona fyrstu 16 klukkutíman og 20 klukkutíman að fara pásurnar bara svolítið í bara svona treatment bara svona óþægilegt svona nudd sem að viðkomandi sem var að nudda í hvert skipti var ekki að reyna að gera óþægilt það bara svona allt orðið aumt kæling og þú veist og að reyna að tróða onni með einhverju að borða bróði minn og Sveinbjörn sem voru þarna þeir bara sögðu mér að borða voru með alls konar kjúkling og eitthvað svona dót þarna niður frá sem þeir eru fengið hjá Ginger og Glow held ég og ég er mikill matmaður en það er aldrei verið eins lítil list og einmitt í þessum aðstæðum sko. Við erum að tala bara að maður hefur heyrt fólk tala að tróða ofan í sig bara og það var bókstaflega þannig sko. Bara 2-3 bitar og við langaði bara ekki meira en svona miðnætti nú ég að reyna að fara tímalínuna eins og hún var sko en ég veit að hún alveg brengluð því að ég var að tala við Sveinbjörn og bróðum minn daginn eitthvað atvik sem átti sér stað sko sem ég held að væri einhver staðar en þeir voru bara þetta var alls ekki þarna þannig að ég reyna en upp úr miðnætti þá eru svolítið margir búnir að róa langt með mér sko og við hliðin á mig var vél við vorum 2 vélar tengdar í svona búnað frá svona keppnisbúnað í rauninni á vegum Concept og við vorum með því varpað upp á skjá og það var mín vél og svo var það vélina Kristínar sem hún byrjaði 10 km tók og ætlaði svo að enda með mér og þar var í rauninni bara þar kemur inn í Sólveig Sigurðardóttir sem þjálfari þarna niður frá hún var búin að setja upp eitthvað svona sheet eða svona plan fólk að skráð sig á þá vél hálftíma, klukkutíma og það fylltist mjög fljótt þannig að áhugin á þessu varð strax svo mikill einhvern veginn komið svo óvart
þegar við byrjum að róa þá er bara eins og ég sagði þá er bara 3, 2, 1 Evert startar og þá er bara einhvern veginn fólki sem er að sest bara niður og byrja að róa ég held þetta er því þannig bara svona einn og einn myndi kíkja inn og róa en þetta vatt mjög fljótt upp á sig það var strax einn annar sem bara ákvað að taka marathon og og til dæmis hann var búinn með marathon áður en ég komst að þeim tímapunkti þannig að það var alveg magnað en já, upp úr miðnætti þannig að það var alltaf einhver róra við líka við hliðina mér sko. Þannig að fólk er ennþá inn í salnum þó svo stöðin sé búin að loka og það er komið bara nótt já, sem að segir bara allt sem segja þarf þú veist, fólki sem á stöðina og rekur hana og þjálfararnir og allt, þú veist, þetta var bara tóku allir einhvern veginn saman höndum og bara, þetta verður bara geggju helgi og við látum þetta ganga upp og það var bara opið hús í rauninni fyrir þá sem vildu koma sko. Þannig að miðnætti þá eru held ég alveg örgulega, þá eru tveir lagðir af stað eða 2, Eggert og Sólveig lagðir af stað í 100 kilometra Það leggja stað á miðnætti? Já, hvort sem miðnætti eða klukkan 2 eða eitthvað, en þau allavega voru búin að vera þarna eitthvað og það var geggjuð tilfinning sko, að vita að einhver var að fara langt með það, því þú veist, þá gæti ég svona tjekka í hausnum á mér, þú veist, þegar hann stendur upp þá er ansi margt farið, eða sérst komin löng veðalengd sko. En og svo seinna nóttina þá kemur Haffi og svo koma Orri, Haffi þjálfari niður frá, Orri þjálfari niður í CrossFit Reykjavík þeir koma seinna og byrja á 100 þannig að þar voru aðrir 100 aðeins seinna þannig að það var svona alltaf tikka í hausnum en bara svona svo ég spóla aðeins að því þú varst að spyrja sko hvort þetta hafi fljótlega að fara að vinda upp á sig að svona andlega var þetta orðið mjög erfitt samt bara svona þessa nótt og að því að og bara svona 5, 6 leitið 7 lögðsmorgunin var sennilega dimmasti tími sem ég hef hort eða bara, lifað í rauninni eða ekki í þessum skilningi sko. Hvernig lýsir það sig? Það var bara allar frumur líkamanns farnar að öskra bara stopp það bara sásauki og eimsli eða allstaðar og þannig er örugglega líka komið svefnleysið eitthvað en maður er alveg vakið þetta lengi áður en þetta var bara svona orðið og það var bara allt orðið vont allt orðið erfitt og ég horfi á skjáinn og það er rétt 1/4 búinn þannig að það var rosalega strembin og erfiðu tími og þar brotna ég niður held ég nokkru sinnum bara gráta en einhvern veginn kom samt aldrei upp í hausinn á mér að stoppa í rauninni bara andlega krassið sem ég var að taka þarna var í rauninni bara að þetta var svona pínu statement bara að þetta er það sem að koma skal bara yfir helgina og ég held ég sé ekki að íkja sko en það voru bara allar frumur, allir vöðvar líkamans bara farnir að segja bara stopp að því eins og segir hlaup alls ekki að gera lítið úr því alls ekki neitt sko en að sitja svona í svona langa tíma það var ég alls ekki búin að hugsa út í þannig að Mér finnst þetta bara eins og ég segi þegar ég heyrði allar að gera þetta á 50 tímum þá hugsaði ég bara ég myndi ekki nenn að vaka svona lengi sko mér finnst það nógu mikið Nei, við settum upp plan að þegar við væri búnir kannski svona eftir 20 tíma að vinna okkur inn eitthvað tíma þá myndi ég fara að fá aðeins lengri pásur og kannski mögulega sofna stofa var ekki nema í 10 mínútur korter og líka því ég var alltaf með þetta að því ég var búin að lofa einhverjum 50 klukkutímum því ég var alltaf spurður heldur þú náður þess á 50 klukkutímum en ég var aldrei búin að pæla neitt í því sko. Þannig að ofan í allt saman alla sásaukan og allt og bara þessa helgi þá er það líka þessi gríla sem er í hausnum á mig bara við höfum bara 50 klukkutíma samt til þess að klára þetta og hún var alltaf svona erfiðari og erfiðari að því að svo á laugardeginum þá bara er áfram erfitt en samt alveg
fullt af fólki alltaf á svæðinu þannig að það versus það sem Elisabeth gerði og það sem aðrir hafa gert það sem að þeir eru bara einir einhvers staðar að hlaupa ég hafði það þó allavega fólk að koma og peppa mann og grípa í mann ef maður brotnaði niður eða whatever. Hverju svona stóðu þeir næst í þessu? Hverju voru með þér þarna yfir nóttina? Það er eiginlega bara það er rosa erfitt að tala þetta á þess að nefna mikið af nöfnum á þess að ég vilji vera með einhvern þakkalista lesandi upp en bara eins og ég búin að segja bróður minn, Sveinbjörn systir mín var alla helgina ég held að sé ekki ljúga og hún er rosalega svona hlétraði en það og hún var, ég var ekkert alltaf var við hana en hún var alltaf hana og það var svona rosa þægilegur stuðningur Sólveig Haffi Sólveig til dæmis og Haffi eru 100 kilometra ég hef gert það og það tekur tíma að recover eftir svo leiðis en þau einhvern veginn voru samt bara alltaf hana eftir róðurinn sem líka þurftu kannski skreppa frá í eitthvað eðlilega og ég vildi endilega að fólk myndi þetta væri ekki bara lífi var ekki bara þarna en eins og Sólveig sagði eins og við mig hún sagði ég get bara ekki verið neins þar annars staðar og svo Þröstur þjálfari hann var rosalega svona sterkt púsl í þessu því að á erfiðum tímum Þröstur fyrir þá sem þekkja er svona spaugari og svona kaldur húmór stundum og svona það var fínt stundum þegar það var erfitt var ekki nýbúin að gráta eða brotna niður eða eitthvað svona að þá kemur hann bara með eitthvað alveg út í bláin, einhvern húmór eitthvað, nú skulum við bara halda áfram og eitthvað og það var svo mikið af svona krúsjál fólki eins og ég nefnir bara enn og aftur Sveinbjörn, bróður minn systir mín, Sólveig Haffi, Kristín var á svæðinu líka og með börnin sín maður hefur ekki motivation fyrir að hafa þau og þau voru að spjalla og hvetja og voru að róa líka og einum tímabúndi sem var mjög erfiður þá kallar Heiðar sonurna sem setur beint á móti mér kallar í mig og er að segja mér að hann sé búin að róa 7 kilometra þannig að ég gæti alveg haldið áfram en ég gæti verið Freyja hún var Unnur, Magnús bara svo mikið af fólki sem að lagði ógeðslega mikið í þetta bæði kærleik og bara aðstoða var allir tilbúinir ég hefði getað beðið hvað sem og fólk hefði farið í Þórshöfn til að sækja þetta var bara svona ekki bara til að þóknast mér að ég var eitthvað svona en bara svona voru allir bara tilbúinir að láta þetta gangu upp þetta var geggjað ívendið og fór líka bara svo mikið fyrir sem að fann fyrir því það voru allir með hugan við þetta meðan þetta var í gangi en hvernig er þetta svona frá þínu sjónarhorni þú ert að róa þarna og það er fólk sem er að mæta ég veit til dæmis eins og með Þröst það kom mér á óvart, hann var að mæta þarna bara upp úr miðnætti að byrja hann var reyndar að hjóla eða ekki? Jú, hann tók með mér hálft marathon á föstudagskvöldinu og svo var hann bara alltaf þarna ég man ekkert eftir þessari helgi öðru sem hann hafi verið þarna og fleiri og svo á laugardagskvöldinu kemur hann klukkan 10 kvöldi og bara hjóla í rauninni hjóli frá þessu konsept Hvernig var þetta á nóttunni? Var bara fólk að mæta og kíkja á þig? Já, föstudagsnóttin var svona rólegri en það var samt alveg fólk að róa 100 kilometra og en það var alltaf traffík og fólk að koma kannski úr einhverju boði bara svona tjekka en hafði tengingu einhvern veginn inn í stöðinu samt og það var en laugardagsnóttin það er svona það er bara svo sturlað að hafa upplifað það að á laugardagskvöldi klukkan 2 þegar fólk er yfirleitt að gera eitthvað annað alveg hvort sofandi heima hjá sér eða skemmta sér að það var ætlaði ekki verið kannski svona 30 vélar í boði fyrir þá sem að voru að koma klukkan 2 nóttina eru allar vélar fullar og biðraðir fólk er að bíða kannski klukkutíma eftir að geta sest niður og róið sem að bara sem að
sem að hjálpaði mér svo ógeðslega mikið sko. En hvernig líður þér á þeim tímapunktu? Þarna er orðin svolítið svefnlaus og náttúrulega búin að yfirstíga nokkur svona breakdown, en það kom alveg fyrir nokkur sinnum að þú fórst í svona lægðið, ekki? Jú, og þarna erum við komin inn á aðfarnótt sunnudags þar sem að allt var pakkað og allt var fullt, en yfir laugardaginn þá voru pásunar kannski orðnar stundum aðeins lengri, þá voru að tala kannski 5-6 mínútur og svona eðlilega pásur, fara á klósetti og þetta var svo svona miðjan dag, ég er svona að reyna að átta mig á hvar, en þá koma sjúkraflutningamenn og þá er verið að velta því fyrir að hvort ég sé búin að vera að nærast nóg sko, en það var bókstaflega fólk sem sat við hliðin á mér og mataði mig bara á því sem að var súkkulaðirúsínur, bara allt sem var, og við vorum með kolvetnadrykk og vatn, ef að þetta fólk hefði ekki verið þá hefði ég krassað bara, ég var aldrei að fara að tegja mig í þetta sjálfur sko. Það var svona missi list, en já, það var allavega, það var pæling að fá sjúkraflutningamenn til að taka test, línuritt og blóðsaukur og svona, og mögulega fá smá næringu í æð, af því að ég held ég hef ekki verið búin að nærast næstu eins og ég hefði þurft sko. Og í kjölfarið átti ég að ná kannski svona korters bara lagningu eða að sofna og það og það átti að vera svona fresh start aftur. Þeir koma að taka testið, það kemur bara allt mjög vel út, bara eiginlega upp á 10, og fyrir fólk sem að þekki líkamann á sér, ég hefði alveg getað sagt mér leið vel og þetta var allt í góðu, og þeir töldu ekki þörf á því að gefa næringu æð, sem er bara fín. En svo í kjölfarið ég bara lagður inn í barnaherbergi í CrossFit Reykjavík og sett á mig svona headphones, svona noise canceller og og ég laðist niður í korter og náttúrulega bara alls ekki að fara að sofna, náttúrulega nýbúið að taka eitthvað test og allt á fullu, og eina sem ég heyri bara í þetta korter er bara í hjartslættinum á sjálfum mér, og ég bara hugsa það er alltaf einhver að koma til smá stund og vekja mig, þannig ég næði ekki að sofna. Já, og heldur enginn svona hugar og ekki mikil sko, og á þessum tímapunkti er sonur minn, hann hafði verið að keppa bæði fótbolta, körfubolta, hann er komin á svæðið og með liðið sitt með sér bara í búningnum og allt, og foreldrar og svona, þannig að hugaróin var svo mikið nein sko, ég langaði svona að kíkja fram en ég býð bara alltaf tíma, hann var svo er komið og ég er vakinn, og svo er bara það var ekki tími til þess að vera að tala við neitt eitthvað, en ég var bara settur aftur á vélina, ekki búin að ná að sofna eða neitt, og þarna fór rosalega dýrmætu tími að því sem að við vorum búin að vinna upp til þess að halda okkur inn í þessu 50 klukkutíma þaki, og ég í rauninni ekki búin að refreshast neitt sko. Þarna erum við næstu bara komnir á, þarna erum við kannski eigum við korter inni, og ég sest bara niður og það er aftur bara fer alltaf banka aftur, sásauki hér og þar, og þá fer að hellast yfir með svona þetta tímaþak var farið að trufla mig svo mikið, ég var bara fann að sjá fram á ef ég ætla að ná þessu tímaþaki þá í rauninni yrði ég að róa bara basically það sem eftir var, og þarna erum við búnir með 250-60 km. Já, meinar, bara hálnaður og búin að fá pásur og sér fram á bara erfiðari seinni helming. Já, búin að fá pásuna mínar, búin að taka þessa löngu pásu sem átti að svona kickstarta aftur, og þarna var svona það var að fyrir að trufla mig rosalega mikið, og hvort ég aftur þarna kemur svona niðurbrot, það sem ég brotna bara niður, og svona vonleysi og bara svona að díla við sjálfan sig í hausnum á sig sko, og það gengur held ég eitthvað svona aðeins á kvöldið, og ég hvort ég sé farin að biðja að fá lengri, því að Sveinbjörn sem var með mér, hann var bara með tíman
og bara frá því stendu upp og þá ég sest aftur, ekki meira 4-5 mínútur og svona eftir helgina var þetta svolítið húmor með þetta að fólk talaði að þetta væri svona dínutími 4 mínútur dínutími það sem ég lagðist bara niður og og eitthvað smá treatment eitthvað smá að borða svo bara aftur á vélina sko. Já, ég heyrði að þú hafi verið mjög agaður í því þegar þú lagðist niður á dínuna að þegar Sveinbjörn resti þig að þá var það bara staðið upp og beint aftur á róruvélina, það var ekkert eitthvað að fá nokkrar Nei, það var ekkert snús það var Sveinbjörn bauð kannski ekkert upp á snústakkan Nei, en það baði hann aðstoð baði fleiri aðstoð og að deliveruðu allir bara því sem ég fór fram á en ég einhvern veginn tamdi mér bara strax ef ég bið lengri pásu, hann kemur að sækja mig ef ég bið lengri pásu, þá bara lengra eftir þannig ég hugsaði bara, ég sest á og, og við vorum mjög fljótt komnir eftir 20 klukkutíma voru komnir niður bara 5 kilometrar og svo 3-5 mínúna pása að því ég bara raunni gat bara ekki setja lengur og já, og á lögutunum eftir þetta allt, þá kemur svona niðurbrót og kemur vonleysi, við erum 10 mínútur korter í plús og 240-30 km eftir og en ég er svona farin að gæla við hvort við þurfum ekki bara að droppa þessu tíma það ekki, en að vera að díla við það sjálfur í hausnum á mér það var ekki hjálpa mér neitt sko, en svo einhvern veginn en við vorum farin að horfa fram á mjög erfitt kvöld og eiginlega næstu mögulega hræðilega nótt bara en þá ég man ekki við hvernig ég orðaði það eða þá hvort að við þyrftum eða hvort einhver sagði við mig, ég manna það ekki allavega vorum við að hugsa á það sama tíma og þannig að tímaþæki er í rauninni bara tekið af það bara sagt með það, núna erum við bara að fókusa á að klára þetta og bara einhvern veginn leið og ég fæ þá staðfestingu þá verður allt einhvern veginn miklu þægilega bara í haustum, það verður bara komið svona ró þannig að nú hefur bara tíma tækið verður bara svona að róa ekki verið að pæla í ómikilum hlutum eða svona mikið hlutum, að þetta var orðið mjög mjög erfitt og svona vonleysi, þú settir í markmið, þú ert ekki að fara að klára það mögulega mjög krefjandi markmið en þú ert samt ekki að klára það, þetta var komið út í kosmósi eða búið að segja þetta og eitthvað, þannig að þegar og einhvern veginn svo orða ég þetta við marga og það einhvern veginn allir taka bara undir bara, já, við erum ekkert að hugsa það lengur, við erum bara að hugsa að við klárum þetta og það var mjög þægilegt. Ertu þarna orðin þú varst byrjaðar að sitjast á allar þessa kotta? Já, þú varst alveg orðin blóður þarna, eða ekki? Já, og ég er alveg ófeimur með það, ég á minningu frá þessari helgi, það sem ég ligg inn á gólfi að baka til, það sem heiti potturinn er með buxurnar niður mig, það sem ég, rassinn á mér var bara eiginlega illa farinn og það var búið að reyna að fyrirbyggja með einhverjum svona gerfi skinnum og plásturum og eitthvað svona en á einum tímapunkti sagði við bróðum mín, herru, í einhverju pásunni á næstunni þá þurfum við að tjekka á hvort það sé ekki allt í lagi þar af því að við vorum með það var búið að kaupa ég vona að fólk sé ekki viðkvæmt fyrir þessu en það var búið að kaupa tempurkotta frændi minn bauðs bara til þess að kaupa hvað þarftu það voru keypti 2 tempurkottar til þess að ég myndi sitja á og þá var ég orðin mjög svona í rauninni illa farin held ég en af einhverjum ástæðum þá ákveð ég eftir 40 km á svona tempúr að prófa aftur gelmóttuna sem ég byrjaði á sem er alltaf miklu þynnri en það hafði einn Sigurinn Ernir hlaupari mikill, hann hafði komið og róið með mér hálft marathon á föstudeginum, hann skildi sína eftir þannig ég var með hann að tvöfalda, ég held að það myndi bara gera sig og þrjóskan sem að býr í manni og þess að maður temur sér kannski yfir þetta er svo að ég fann eftir 500 metra af næstu 5 kilometrar sem ég var að fara að róa að þetta var ekki málið en ég stoppaði samt ekki til þess að laga heldur kláraði þessa 5 kilometra og svo skiptum við
og á einu tímapunkti mitt segi við bróðum minn, ég segi við bara í einhverju næstu pásu þá var ég komin aftur á tempurkotana, verðum við að tjekka bara á rassinum á mér, hvort það sé að því að ég var orðin bara svona hættur að svona geta metið hvað voru eymsli, hvað var sársauki, hvað var sár og við höfum bara að tjekka á því og bara, þá er ég að tala bara að tjekka á því og þá er Sveinbjörn líka og svo er Ívar Ísak sem er einn af eigundum stöðurinnar, maður hennar Hrannar sem hann er lögreglumaður eða sérsveitarmaður og hann gerir sér ekki grein fyrir hversu mikið þátt hann á í þessu en allavega ég kem inn á þá eftir en hann ég segi við þá og þá er hann akkurat þannig að ég segi, ég fæ bróðum minn bara til að tjekka á þessu ég er ekki að setja ykkur í þessu aðstöðu og það var ekkert þeir settu það ekkert fyrir sig Sveinbjörn og Ívar bara, nei, við græjum þetta bara og kíkjum á það þannig ég á minningu þar sem ég ligg á gólfinu með buxurnar niður um mig og 3 menn með latexhanska og feitt krem, græðandi og feitt að reyna að lappa upp á það sem var orðið og var það slæmt ástand? Já, ég náttúrulega sá það ekki ég reyndi bara að njóta momentsins nei, það voru hérna einhverju plástra líka sem voru búin að hlýðrast til og eiginlega bara orðið fastir í sárum og svoleiðis en á þeim tímapunkti var bara 5 mínútna pása í boði þannig að það væri rauninni bara smurt yfir það sem var og svo bara var mér hjálpað og svo pása fór bara í þetta, þannig ég bara laðist niður svo bara ég hjálpaði upp og gerti upp í mig labba vilni og svo bara sesti en töluvert þægilega það sem ég var bara allur makaður í svona græðandi vaselín í rauninni þannig að En hvar eru svona mestu eymslin? Það er væntanlega á rassinum en lóarnir? Já, lóarnir það er alveg bara ótrúlegt hvað þeir sluppu samt af því að ég var búin að útvega mér af því að eins og ég kom inn á hann í mínum æfingum ég notast aldrei við svona 5 leika ólar eins og þekkist Já, til að verja lóan en ég bara komið með gott sigg og svona, kannski bara svona þól en ég var búin að gæla við einhverja svona búin að fá hjá sportvörum ólar sem að mögulega sem ég geti notað og það var búin að ná í svona strappa sem þú strappar með úliðin og er bara í rauninni með svona krók, járnkrók inn í lóanum þannig að ef að gripi myndi gefa sig þá væri það möguleiki en á síðustu stundu þá hendir hans Sveinbjörn minn í mig eitthvað sem hann hefði fengið á hresti einhver svona gamaldags 5 leika ólar sem voru bara með svona góðum strappa utan úliðin sem við teipuðum á endanum og inn í lóanum var bara svona stórt skinn ekki með götum fyrir fingurnar en eitt svoleiðis bara svona stór svona skinnpjalla í rauninni og það held ég hafi líka bara bjargað því sem bjargað var með lóan á mér því að ég gæti svolítið svona nota það sem svona liftingastrappa með því að svona vefja því pínlítið utanum handfangi áróðravélinni og samt alveg haldið í en ekki þurft að nota svona mikið afl og svona, fólk var mjög forvitið eftir á til dæmis líka hvernig ég væri í upphandleikjum og framhandleikjum og það var, ég fann ekki til neitt í því Það var meira bara svona nuttsár og eitthvað svoleiðis Já, þetta var bara alltaf þetta fór alltaf rassin í rauninni Og hvernig eru svona síðustu metrarnir af þessu? Hvernig er stemmingin orðin þegar þú ert búin að vaka í kannski 40 klukkutíma? Ertu orðin alveg, ertu ekki smá steiktur eða eins og þú ert að tala að þú manst ekki alveg tímaröðuna og svoleiðis? Er ekki svefnin bara virkilega byrjar aftur að svona heilsunni? Jú, mögulega fyrirpart laugardags og á laugardeginum þá er svefnleysi að hafa áhrif þegar ég er að brotna niður og svoleiðis en andlega bara það sem maður er í svona með sásauka og allt það halda áfram og ennþá meir en helmingur eftir svefnleysi kemur örugglega þar inn í eitthvað en seinni partinn á laugardeginum og ég heyri alveg svona út undan mér að fólk er alveg svona ekki að hvísla en það verður að tala það er að koma núna næsta nótt þetta verður mögulega mjög erfið nótt og svona, ég man ekki alveg hvernig ég tók því og ég gerði mér alveg grein fyrir að það var að koma önnur nótt og ekki búin að sofa neitt í rauninni ennþá
og það er bara svona, svo ég súmeri það svona, alla helgina mögulega hef ég dottað í einhverjum skorpum 10-15 mínútur eitthvað svoleiðis bara á einhverju dínu eða eitthvað í pásum, en allavega svo þegar að fyrir að líða kvöldinu komið seint á laugardag og fullt af fólki að koma og ættingjar og annað bara svona koma og kíkja og spjalla og en þá kikkar nefnilega svolítið skrítið inn að líkaminn er bara svo magna fyrirbæri að svona miðnætti á laugardegi þegar allt ætti náttúrulega að vera bara mjög svart og varð alveg erfitt, en þá finn ég líkaminn er bara dofin sko. Þannig að allir sársaukið var farin þó svo ég finn alveg fyrir eymslum og svoleiðis, en það var allir sársaukið var ekki alveg lengur til staðar sko. Það var kannski á einum stað hægra megin framan á sköflungum, þar var vöðvin það var svona nístandi sársaukið þar einhverju hluta vegna alla helgina og hann var reynt að nudda þann vöðva upp eitt skipti og ég átti bara mjög stutt frá því að kasta upp bara af sársaukið þá og hann dofnaði líka í raun, ég fann bara fyrir hann þá þrýstingur og svona, þetta var bara svona eins og ég fengi bara deyfingu sko. Líka mann hefur hugsað bara hann er mögulega ekki að fara að stoppa, þannig að við þurfum að bregðast einhvern veginn við, þannig að það var strax jákvætt inn í þessa nótt sko, að sársaukinn var ekkit, þetta var alltaf samt að fara að verða andlega mjög erfitt, en önnur nótt í vöku og allt það, en að það að vera búin að díla við það að tímaþaki var ekki issue lengur, sársaukin var þarna, eymslin voru en var ekki svona sársauki sem var að berja í hausnum á mér sko, að það hjálpaði helling sko. Líka maður bara byrjar að deyfa sjálfan sig. Já, mögulega og það ágerist í rauninni bara tilfinningi var svona skrýtnari þegar að leiða á nóttina og alltaf bara stemningi sem var þarna líka bara 2 á laugardagsnóttu og það var bara allt fullt af fólki sem kemst ekki að, einhverju tóku bröð á það ráð og gerði bara æfingu frammi, heyrði ég sko bara í aðalsalnum, hjóluðu eða bara tóku bara 250 burpees eða eitthvað svoleiðis. Þannig að á þessum svona loka kafla var það mjög þægilegt að hafa þetta fólk allt ég veit ekki hvað ég hefði verið stattur eða verið einn út í hotni og þurfti að vera að smyrja mig sjálfur með vasilíni og eitthvað svoleiðis. En þú varst aldrei að glíma við þá hugsun hvort þú ættir að hætta eða gefast upp eða eitthvað svoleiðis, það var ekki option hjá þér? Nei, það var ekki option, mér er ég spurður í vikunni fyrir þegar ég er stressaður og kemur Kolbeinn Eli þjálfari lappandi inn í klefa, brósandi og er svona forvitin að spurja og spyr hvort ég sé hvar ég sé prósentulega sé með það að geta klára og ég bara á þess að hugsa bara 100% að því að það var svo einhvern veginn fannst mér mikið undir þetta var gott, bara virkilega fallegt og gott málefni og á þessum tímum út eins og ég sagði var ég ekki búin að gera neitt, bara búin að segja ég ætla að gera þetta og fullt af fólki búið að vera í einhverju andvaka nótt að undirbúa ykkur að senda tölvupósta og undirbúa þannig að ég vissi alveg að þetta væri alveg hægt sko, og ég myndi alveg geta þetta en ég hef aldrei getað ímyndað mér hversu erfitt þetta var andlega. Já, ég held ég væri tilbúin en að fara í gegnum þetta það var bara mjög andlega erfitt og þegar ég er að brotna niður og svona það er bara einhvern veginn en alltaf í hvert einasta skipti samt, þegar ég brotna niður græt bara í rauninni í fanginu bróðum mínum eða einhverja halda utanum og vonleysið er orðið það mikið og þetta er kannski eitthvað svona af því að við vorum að gera þetta fyrir þennan málstað út með það þannig maður sem er búin að taka líf sitt af því að hann sá ekki fram á en alltaf eftir niðurbrot og þegar ég brotnaði niður þá kom alltaf geggjaður meðbyr eftir bara jákvæður og einhvern veginn bara svona peppaður í næsta kafla þó svo kannski kemi aftur einhvern tíma seinna niður alltaf kom eitthvað svona og svona eftir á hyggja
hugsaði bara að þegar þú ert að díla við svona andlegt svona einn í hausnum að þú kemst bara svo langt með það bara svo langt sko. En að því það einhvern veginn svona hjá kallmönnum hefur verið talað feimni við að tjá tilfinningar og allt svo leiðis, en þegar ég var búin að brotna það niður einu sinni, það var ekkert að því að gera það aftur. Ég man þegar það gerist fyrst þannig laugardagsmorguninn að ég fann að þetta var að koma, ég átti mjög erfitt með ég var að reyna að halda aftur að því að því ég það var fullt af fólki að ég hugsa bara, er ég að fara að gráta hérna á róðravélinni fyrir framan alla, en eftir að hafa verið búin að losa það einu sinni og finna meðbyrinn, gera svo aftur og finna það sá ég bara að í lífinu sjálfurinni að þú ert alltaf að díla við einhver verkefni eða einhvern kvíða einn í hausnum á þér að þá endar þetta ekkit vel sko. En ef þú getur grátið eða talað við einhvern eða eitthvað svona að það hjálpar svo mikið að losa úr að það annars bara hlæðist þetta upp sko. Það komið líka smá óvart að einmitt bara sjá líka fréttir af því og sjá myndböndum að þetta var að taka svona andlega á og þá svona fór maður átt að sjá því hversu mikið í rauninni þrekvirkið þetta væri og bróðin sem var með þér þarna líka, hann sagði að þetta hefði tekið á hann líka að standa í þessu eða bara vera viðstættur og fylgjast með stóra bróður sinum fara í gegnum þetta. Systir mín og fleiri og eins og segi, Sveinbjörn og Heimir voru þarna alla helgina í rauninni. Sveinbjörn setti bara fjölskylduna á pásu en alltaf bara á góða konu sjálfur og sömulegis bróður minn en Heimir nálgast þetta náttúrulega öðru sig, náttúrulega bara svona tilfinningarlega tengdu mér í rauninni, bara bræður og blóð og allt það. Sveinbjörn er bara æfingafélagi og vinur og hafði trú á þessu, en að finna eins og bróður minn sagði mér bara eftir á því að eftir þetta þegar fólk er að koma til mín og er að segja við mig bara til hamingju það er aðeins byrja að snjóa yfir, ég er svona aðeins einhvern veginn svona þetta var á þess að vera með neitt hrókan ég var erfitt með að tengja við hversu erfitt þetta var og ég var að segja þetta við bróðum minn daginn og hann sagði bara Einar það var alveg nokkur sem helgina sem ég þurfti að fara bara í burtu fara frá úr aðstæðunum jafnvel á klósett bara þess að gráta því að bara horfa upp á hvar þú varst stattur andlega, líkanlega og hversu erfitt þetta var og svo Sveinbjörn líka ég vona sér ekki að skaða hann ímynd í honum nei, hann og finna líka að hann var glerharður með mér, ótrúlega strángur á pásum og bara strángur en svona finna hvernig hann var líka meir og það kom að tímabil það sem að þeir gráta bara fyrir aftan mig ég hef þá nýbúin að losa var þá svona þannilega bara ágætlega stendur en þeir brotna niður í rauninni bara saman þegar ég fæ svoleiðis sögur þá tengi ég meira við hvað þetta var sem maður gerði og tengdamóðin mín til dæmis hún misti kúlið þarna eitthvað og kemur á svæð og er samt ekki með neitt hafari í kringum hann en spyr hvort það sé ekki hægt að hringja eitthvað til að stoppa þetta og hann alltaf bara hefur áhyggjur og og þú veist að voru einhvern veginn allir svo þess að leiða helgina þetta vera nálgast svona endapunktin það voru allir svo þetta var bara svo fallegt allt einhvern veginn það var svo auðvitað fyrir mig að halda áfram orðin dofin, ekki tímaþak allir á svæðinu tilbúinir að láta þetta ganga upp þannig að ég er í forréttindum í rauninni með við aðra sem taka einhverju svona áskoranir að ég hafi svo mikið fólk sem að studdi með alla leið eða bara yfir línuna en svo bara á sunnudegin er komin einhver svona orka sem að ég get bara ekki lýst nóttin kláraðist að koma það smá dauður kapli í kringum það var alltaf einhver á svæðinu þröstur að segja brandara og svona og í kringum 4 kemur smá dauður tímiðan í kringum 3 klukkan 4 mæta bara 3 sem er að æfa hana niður frá og taka marathon
klukkan 4, ég ekki alveg kláraði hvort sé að fara með fleipur, einhver var að koma úr einhverju boði, bara beint og taka marathon og þegar þær standa upp og koma á og er að hvetja mann áfram að þá bara 4 klukkutímar þar farnir, þá er ég komin inn á sunnudaginn, mögulega var þetta að fara að taka miklu lengur eða tölvöld lengur en 50 klukkutíma en það var ekki að koma á henni nótt, morgunin þegar hann var í búin, ég var farin að hugsa þetta þannig, þá kem ekki annan morgun og þetta var svona kannski byrja að brjóta það eins niður já, sá fyrir endan á þessu já. Og hvar það svona það sem að þú virkilega sér það þetta er að klárast það, þú veist, þurfti 100 km að vera 10 km bara alltaf, bara leiða ég dett niður fyrir 100 km og meiri segja bara svona til að sína, þú veist eða svona segja frá, hvernig ástandið var orðið á, á krafti og svoleiðis, Sólveig þjálfari, já, bara vinkona mín var að taka snapp af því þegar ég er að fara niður fyrir 100 og ég segi, á ekki setja smá sýning í gang og ég kem ekki peysunu niður fyrir 2 mínútur já, bara það orkulis já, mögulega hefur verið að dotti niður í 1.58 í 1 sekúndu, og líka bara svona líka minn var bara prógramaður í þessu peysi og allur auka kraftur í rauninni ekki bóði fyrir eitthvað meira Það er bara að halda aftur á sér Já. Það er náttúrulega mjög skrítið og þeir náttúrulega sem hafa sest á Róravél og tekið 500 metra sprett eða eitthvað þess aftar þeir áttu að sagði hvað er skrítið að geta ekki gefið bara í og farið undir 2 mínútur og það er bara mjög basic að halda því allavega inn í, þú veist, svona þessum stuttu sprettum algjörlega Þannig þú væntanlega verið alveg sósaður þú varst að reyna að gefa þarna Já, algjörlega og en þarna samanskapið, er ég að detta undir 100 það er háti, ég sé fram á að klára eftir 10 klukkut, þá er þetta bara svona alls konar svona hugaleikum sem er í gangi, krakka, börnin mín voru að fara á jólaball kl. 5, ég var farin að hugsa þangað, svo ekkert mikið meira en eins og ég segi, orkan sem ég var ekki þannilega orka en það sem ég gekk á frá hádegi á sunnudegi þá getur þetta klárast er eitthvað svona beyond sem ég get útskýrt það er bara einhvern veginn svona og líka fólk hafði orð á því sem var að koma og var búið að kannski að vera reglulega yfir helgina hvað ég liti miklu betur út ekki það ég var ennþá bara þannig eins og ég var alltaf það var ekki búin að fyrir sturtu að lappa upp á með neitt en bara einhvern veginn svona ég veit ekki áran yfir manni það var einhvern veginn miklu léttara og ég var fann að brosa og fann að borða aftur fengi mér komið pizza frá Domino's og gat tróðið með ginger meira en ég gerði og það er bara einhvern veginn mögulega hefur með það að gera skilur þarna að fara að sjá fyrir endan á þessu Tekur ekki Kristín með þér loka kilometran? Jú Hvernig var það? Það var bara magnað og líka bara til að sína samheldnina yfir helgina að okkar vélar voru tengdar við tölvu búnað í rauninni svona keppnisbúnað og þetta er bara til að sína niðurtalningu á því og en það var engin með á hreinu samt alla helgina hvort að því að fólk sem er að róa og það veit að þeirra stendur upp og kannski setur inn eitthvað ég ætla að róa 10 km en þegar þú stendur upp þú hefur í rauninni bara mínútu til 2 áður en slokknar bara skjánum og allt Það er maður alltaf að knýja vélina áfram sjálfa, hún er ekki tengd í rafmagn en svo bara keyrir hana áfram sjálfa Algjörlega. Þannig ef maður stendur upp frá henni þá bara slokknar skjánum og enginn var einhvern veginn og alltaf þegar ég stend upp í pásu það er nóg að íta bara á alla takka nema einn takka sem að stendur bara menjú á ef þú ítir á hann þá ertu bara farin tilbaka á menjú og allt er bara búið og alla helgina alltaf þegar ég stendur upp þá er einhver sem að er að íta á takkan í 4-5 mínútur í hvert skipti 6 mínútur og þegar ég tek hann þegar sjúkraflutningamennandi koma hálftíma einhver að íta á takkan og nú komum við inn á samheldina sem var í þessu að því að ég réði þessa 500 km en ég hef aldrei geta gert það á þess að hafa allt þetta fólk í kringum mig ég held það bara og ég er alveg samfærður að þetta fólk gaf mér kraft og bara sem dæmi að því að
að því að þeir sem að réru eins og ég sagði, það var dagskrá bara plan fyrir vélina Kristínar, þeir náttúrulega voru að róa miklu hraðar og örar, þannig að þeir komust miklu lengra en ég, til dæmis eins og upp á skjánum er svona bátur sem sýnir hvar þú ert í reisinu. Minn var sko löngu horfin út af skjánum að því að fólki sem var að róa á hinni vélinni náði svo góðu tempói, góðum hrað, var komin langt, við erum að tala um sko næstu 100 kilometrum á undan. Já, ok, svo. Þannig að Sólveig og Heimir bróður minn fóru í það að reyna að finna út úr því að því að á sunnudagsmótinu þurfti bara að stoppa hennar vél því að þá var hún komin í 10 kilometra og það var planið að við myndum taka svo aftur 10 kilometra saman til þess að klára. Þannig að það var bara alls konar sjálfboðaliðar, börn, fullorðnir sem sátu á vélinni frá klukkan 8-9 8 á sunnudagsmótni í rauninni til klukkan 9 sunnudagskvöldi til að íta á takka. Bara til að halda vélinni í gangandi. Af því að það vissi enginn, þó hún væri tengd, það var einhver búin að segja ef hún er tengd í töluna þá á hún ekki, það var bara enginn tilbúin til að taka sjensin á því og Sólveig og Heimir voru að senda á Concept bara headquarters höfuðstöðarnar og yfirmenn þar til þess að fá útskýringar og einu útskýringarnar eina staðfestingi var svo að þetta á ekki að klikka en hann sagði ég get ekki votta fyrir það samt að ég tengdi þetta ekki sjálfur, þannig að það var bara við erum ekki að vera að taka sensin á því. Þannig að í 13 klukkutíma satt alltaf einhver og ítti á takan. Shit. Sem við komum svo að því eftir á að það þurfti aldrei. Og þeir ég skil samt svo vel að þeir tóku ekki sensin sko. Já, það er svo óþægilegt að skilja róðravél eftir og það maður hefur séð það svo oft að hún bara slekkur á sér. Já, maður er bara svona vanur því. Já, en þegar það er búið að taka 490 kilometra þá er maður svona ég íti frekar á takkan heldur en taka sér. Já, það var einn 10 ára stelpa sem satt hann í 1,5 tíma dóttir hans Gústa nuttara. Þannig að bara það voru allir tilbúinir að gera bara allt til að láta þetta ganga upp og þess vegna þegar við tökum svo síðasta sprettin síðustu 10 kilometra síðustu 10 kilometrana þá það var bara svo magnað fullt af fólki komið og þarna verður mér eiginlega nokkuð orðið sama bara alla athygli sem var í gangi sko, alveg orðin strípaður af því og orðin bara svona svolítið steiktur en það var bara það voru svona magnaðasti klukkutími sem maður upplifa. Sonur hennar réri líka og sonur minn réri með okkur en líka bara til þess að því að ég var svo heillaður af því sem að Elisabeth sagði var heillaður og svona bara fyrir forvitnisækir þegar hún var að tala um að hún var að sjá offsjónir ég var alltaf að bíða eftir því sá aldrei neitt eitthvað svona skríti en það sem að kom hjá mér á sunnudeginum var mín breglun og var að ég var alveg vissum á sunnudeginum þegar þetta er allt búið í stendu upp að við höfum verið í einhverjum öðrum sal til dæmis, við höfum byrjað í einhverjum öðrum sal að því að það var búið, ég var bara búin vakandi ég var búin á sama stað í rauninni allan tíman það var búið að vera svona að færa til eitthvað svona smá sjónvarp kom, sjónvarp fór róðravél og færð og eitthvað svona þannig á sunnudeginum þá fekk ég mína svona offsjónir með það að ég var alveg vissum að við höfum verið í einhverjum öðrum sal til að byrja með, þetta hafði ekki verið sami salur og ég var að reyna að útskýra fyrir fólki og fólk var bara hvað sal ertu svona að tala um þannig ég var orðin ekkit steiktar en það sko ég var alveg með full fem og allt það sko en bara svona þess að koma því inn í að því það var í rauninni upphafið af þessu sem að mér fannst svo spennandi var pælingin að vera vakandi svo lengi og vera farin að sjá ykkur hluti ég man að það var fyrirsögn á Vísi var farin að sjá hluti hlaupið hennar og það var svona mín brenglun í rauninni. Þú varst bara spenntur fyrir því já, mér fannst það áhugavert mér fannst, ekki það að ég að vera að sækjast í þetta eingöngu fyrir það skilur en mér fannst á margt við þetta eins og hún talaði hún Elisabeth að svo mikið af aðstæðum sem mér fannst svo forvitnilegar og sem að ég alveg klárlega fekk að reyna þessa helgi sko.
og það var var ýmislegt reynt líka, þú veist, þegar það voru svona dántímar, þú veist, það var Vilborg Arna, pólfari og bara ofurkona, hún kom og réri með mér, þú veist, það var haft samband við hana, þú veist, allt, þú veist, á þess að ég vissi það, þú veist, það var hringt í Elisabetu og ég talaði við hana í smástund. Í alveg? Já, og Arnar, vinur okkar, Arnar Sig, það var hringt í hann og Hlynur Bærings, körfuboltakappi, sendi kveðju. Þú veist, það var bara svona, þú veist, að vera inn í, ég var náttúrulega bara alltaf í einhverju kúlu, sko, og, þú veist, en svona eftir á þegar maður svona aðeins að setja það saman, þú veist, það var bara einhvern veginn allt gert og allir tilbúinir til þess að, þú veist, hvað slóð sem til þess að láta það ganga. Já, þetta var miklu stærra en þú ætlaðir, það engin spurning. Já, algjörlega, sko, og bara, þú veist, bara loka mómentið mitt, þú veist, síðustu 10 kilometrarnir og þú veist, og þegar ég dett undir, þú veist, 10.000, þú veist, þegar þetta eru orðna 4 tölur, svo þegar ég þú veist, síðasti kílómetrin þú veist, bara svona óraunverulegt í rauninni, þú veist, bara svona, og svo þaðan undir, þú veist, í 3 tölur, 900 eitthvað metrar og svo var talið niður og svo man ég bara ekki meira, svo kom eitthvað konfetti og ég í rauninni bara, þú veist, klára bara í einhverju andlegri vímu, sko. Já, þið fallist þarna í famlaug af sikkori róruvílinni, þú og Kristín. Já. Hvernig var hvernig, þú veist, leið þú ert búinn og farið að standa upp og þarf ekki að setjast aftur. Og þarft ekki að setjast aftur. Ertu þá, þú veist, áttar það alveg á þessu? Ertu orðin mjög laskaður þarna? Þarna ég bara mjög laskaður, þarna bara allt búið og það bara, veist, verður rosa falleg stund þarna, veist, fólk aldrei upplefa það að fólk hafi klappað, veist, í kringum í 10 mínútur, veist, á þess að vera beðið það í rauninni og fullt af fólki að koma náttúrulega bara, veist, þakka fyrir og og skamanni til hamingju og svo veist, þetta var það var bara eiginlega mjög svona út fyrir líkamann upplifun, sko. En dagana eftir, hvernig leiðir í líkamann? Bara nokkuð fít, sko. Það var til dæmis eins og mjög skrítin tilfinning, það var mjög fljótt búið að ganga frá, mómentinu var alveg leift að búið að ganga frá og margir farnir, það var mjög skrítin tilfinning að þurfa að labba út í bíl bara, veist, kona mín bara náði í bílinn og veist, nú erum við bara að fara heim og þetta var allt mjög svona skrítið, veist, þetta var búið að vera svo rosalegu rússibanni, tilfinningarlega og bara mikil kærleikur og bara ótrúlega mikið í gangi alla helgina. Svo það allt í henni bara búið, svo þú bara fara heim og sofa. Það var mjög skrítið. Og en við förum heim og ég náttúrulega bara ennþá í fötunum, buksurnar er bókstaflega grónar við mig, sko, rassinn á mér. Og og maður búin að margir búin að spurja alla helgina, hlakkar ekki til að leggjast upp í rúm og hvað ætlar að fá þér að borða, hvað er fyrsta máltíðin og fyrsti svefnin var til dæmis bara alls ekki spennandi, það var erfitt að sofna, ég fór í sturtu og kona mín tók náttúrulega bara einn fyrir liðið og það reyndi að lappa upp á það sem að lappa var hægt, skilur og þetta var allt mjög svona að búið að segja við mig að ég geti búist við að sofna ekki og mögulega vakna í svitabaði, allt kerfið er náttúrulega bara á hvolfi í rauninni en það var ekkit svoleiðis, það var erfitt að sofa í rauninni, ég var alltaf að vakna og ef ég hreyfði mig þá fann ég til einhvers staðar eða eitthvað lét mig vita og ég vaknaði dagurinn eftir var ég mjög þá var svona líkamlega var ég bara allt í lagi, rassinn bara svo tölum bara í síðasta skiptum með hann var í rauninni issueið, sko. Mér leið fínt allstaðar og það var svona bara svekkjandi með rassinn á mér, að því ég var búin að hlakka til að bara eyða vikun í heitu pottunum og köldu svona pottunum, en það var alltaf ekki boðið með opið sár, þannig að í rauninni bara leiði vakna mánudaginn, þá er líkaminn svo sem bara hann er bara að byrja að jafna sig, en andlega var ég mjög svona, ég var bara svona andlegt sár í rauninni, eða svona bara berskjaldað í rauninni og treysti mér í rauninni ekki til þess að kíkja á neitt svona samfélagsmiðla eða
eða á myndir eða vídeo eitthvað svona, veist, en ég man samt í hádeginu, veist, ég var mjög viðkvæmur einhvern veginn, bara veist, kona mín var heima með mér, ég hafði þess að tekið mig frí, ég var búin að redda mig frí í vinnunni fyrir hádegi á mánudeginu, en því ég var fljótt breytt og vinnuveitundur mínir sýndu þessu skilning og sagði mér bara að taka minn tíma og koma svo, en allavega ég man í hádeginu á mánudeginu þá fæ ég skilabóð frá Kristínu bara með þakklæti og þú veist að því að ekki því ég vilji tala neitt söfnuna en þegar ég laði upp með þetta og hugsaði ef ég geti aðstofað með að hún geti haldið jólin bara áhyggjulaus og börnin og allt það, en ég fæði þess að skilabóð að þetta hafi gengið bara miklu svona betur en ég hefði þorð að vona, þá brotnaði ég bara niður inn í eldhúsi og ég raunin bara hágrátandi sko. Og kona mín kemur hlaupandi og bara hvað, og sé í sín skilabóð og þá stöndum við þar bara í faðmlöðum og grátum bara, sem bara fallegt og bara í rauninni nauðsynlegt sko, það var svo ógeðslega mikið sem maður þurfti að losa út og ég bara í nokkra daga eftir þá var þetta það þurfti ekki mikið til þess að ég færi bara að gráta bara verið bara viðkvæmur eftir þetta það var bara svoleiðis og en mér var ráðlagt að taka bara frí, þú veist eins og ég kem inn á núna Ívar Ísak sem að þeir sem eru þarna niður frá vita hver en hann alveg stórkostlegu karakter sko, ég þekkt hann ekkert, þú veist, fyrir hann sérsveitamaður og þekkt hann ekkert fyrir, aldrei spjalla við hann en þau voru búin að bjóða bara fram aðstoð sína, þú veist, töluðu við bróða minn víst og sögðu að eða væri eitthvað, þú veist, bara ringja þó að væri nótt og að því að hann var í viðtalið og hann Runi í sérsveitamaður þá bara svona, just, bara þessi nærvera að því að eins og ég segi, bróði minn var svona tilfinningarlega mjög tengdur þessu náttúrulega, Sveinbjörn svona sem ég líka, en Ívar einhvern veginn var svona aðeins fyrir utan og bara með sína reynslu í sínu störfum og hann sagði ekkert mikið alla helgina sko, hann leisti af þú veist svona að mata með stundum og eitthvað svona, sagði ekkert, bara svona að finna nærveruna og bara þetta skilur að svona mantran í rauninni yfir helgina var svolítið bara svona, þetta er bara eitt tók í einu og eftir hvert tók, þú veist, þá sérðu að tikkar af metrunum og þetta er bara svolítið svoleiðis vinna og það var svolítið og hann aðstofaði með alveg helling bara með að vera sko, bara sjá hann rölda og þegar komið lægðir þú veist, þá kannski kraupa hann á hliðin á manni og bara mjög rólega spyr bara, hvað segirðu, hvernig gengur og ég verður að skrítið að útskýra það en hann hafði þannig áhrif samt, þú veist að ég hugsa bara, þetta verður í lagi og hann reglulega segja mér bara, þetta er bara eitt tók í einu og þú sér það bara og horfir á skjáin að það tikkar af þessum metrum, þeir koma aldrei aftur og það var alveg geggja sko. Það var bara einhvern sem bara svona sumeraði þetta svona upp og neldi manni svolítið aftur inn á brautina. Já, mjög einfalt og þegar ég horfi tilbaka eftir helgina í gegnum allt sem við fórum í gegnum og bara fólk allir sem réru og allt sem að var að það var þetta eina tók í einu sem skilaði klísja að segja þetta skilur og það er bara svoleiðis en að hafa farið í gegnum eitthvað og heyrast reglulega þetta er bara eitt tók í einu, verður bara slagur og andaðu bara og njóttu að það hafi skilað svo bara því sem var sko. Já. Og hún þetta var það djúpt að til dæmis eins og Kristín Sif, held ég sé ekki þetta upplýstur en leyndamálum fekk sér tattoo með logoinu sem að vinur minn Hörður gerði og fyrir ofan stendur eitt tók í einu. Já, með logoi söfnunarinnar eða þessa átaks. Já, viðburðarins í rauninni. Viðburðarins, já, magnað. Já, svo kem ég aftur inn á Ívari mitt, hann var búin að segja við mig
að ég hef búin að heyra einmitt í podcastum hjá þér og fleirum fólk sem er farið í gegnum svona að hann sagði þú ert ekki að fara að gera neitt í 2 vikur og ég maður bara hlustar en mér fannst það alltaf nöðsilegt í vikun eftir að ég fór samt alltaf á æfingu, ég fór alltaf niður eftir og bara svona einhvern veginn að hitta fólk og vera ekki eitthvað einna væplast með mínum, en það var alveg geggjað og svona eiginlega bara svona andlegt recovery og já, ég er eiginlega bara að sjá það núna að núna eru að nálgast 3 vikur hvað maður vannmetur svona hvíld eftir svona sko. Ég hef aldrei getað að trúa að þetta tækir svona langan tíma að ná sér. Tókst frí úr vinnu fyrir hádegi deginum eftir og frí bara eftir hádegi á föstudeginum sko. Þannig að systir mín sem var með mér hana, hún sagði að þetta er svona típist þú að hverju kannski ekki bara tekið báða dagana frí en maður er alltaf svona að hugsa eiga inn eitthvað en eins og ég segi þetta var bara á kekja ferðalega og ég er ennþá fólk er að koma til mér alltaf að spyrja hvort maður sé búin að jafna sig og svona, maður er komin svona á annan stað með þetta núna maður er svona andlega alveg komin tilbaka, það er svona grunnt samt á svona smá þreytu en það sem maður er að díla við núna er rauninni bara að eins og hann kom inn í podcasti sem ég hlusta á við það sem er að tala við Runa sem hann er að tala um að fara í gegnum nýlega námskeið og hann hafi þurft langan tíma til að átta sig á hvað hann fór í gegnum bara melta þetta og það er í rauninni svolítið það sem er í gangi núna það, hjá mér sko, það er ennþá fólk að koma og það er fólk að senda mig skilaboð en eins og ég sagði á hann þetta svona í mínum augum er svolítið að snjóa yfir þetta eftir sem á þess að vera hrókafullur og alls ekki þá er ég oft bara svona var þetta svona mikið en náttúrulega bara þegar ég hugsa tilbaka og þegar ég heyri frásagnir frá fólki í kringum mig þá veit ég að þetta var alveg afrek að klára sko. Já, ég held að líka minn gerir þetta svolítið ósjálfrátt að hann bara svona leifir svo að feita svolítið út og maður náttúrulega maður er kannski með frekar lélegt svona tilfinningalegt minni, þú áttu svolítið erfitt með að setja því þær aðstæður sem þú raunverulega varst í þegar leið sem verst, maður byrjar einhvern veginn svona var þetta nú samt svona erfitt og þegar þú ert búin að sofa nógu mikið og nærast og líður vel þá svona, já ég held ég get alveg komist í þetta aftur, eða skilur já, algjörlega, maður er svolítið blindur á það hvernig maður er raunverulega leið algjörlega, og þú veist og ég hugsa oft bara það er ekki langt ákveðlega einhver annar gerir þetta skilur þá er þetta ekkert þá er ég að vera tilbúin þá er þetta ekkert merkilegt lengur á þess að ég þarf ekki að fá þetta viðurkennt að vera með merkilegt en það er þessi svona barátta sem er í gangi núna í hausnum á mér að ég rauninni bara viðurkenna fyrir sjálfum mér að þetta hafi verið alveg afrek að hafa farið í gegnum sko. En ég fann alltaf að fæ bara standlösa áminningar á því bara með að tala við fólki í kringum mig og þú veist og sjá svona ég verið að fá skilabóð frá fólki sem að hefur átt einhvern sem að fjall fyrir eigin hendi eða einhvern ættingi eða eitthvað svona sem að er bara að þakka fyrir og þú veist það er mjög dýrmætt sko að hafa burtsér frá því hvort maður gerir einhver með þessari áskorun að hafa kannski haft áhrif á einhvern það er bara frábært. Já, algjörlega þetta náði líka að tvinna þetta svona vel saman þessa söfnun fyrir Kristínu og þetta átak og einhvern veginn bara svona samheldnin sem varð til úr þessu bara innan, þetta var ekki bara innan CrossFit Reykjavíkur, það var bara fólk að mæta hvaðan af, eins og þú veist tala bara viniðinir og þú veist, bara fólk sem sá þetta bara málefni hreyfði augljóslega við fólki og náttúrulega mikil samkennd fyrir Kristínu og því sem hún lenti í og bara einhvern veginn þetta átak að ná að summera þetta svona upp, þetta bara veist, ég meina, þú veist að róa á róðravél, það er ekki að fólk tengi svona við þetta og taki þetta svona inn á sig og verði svona tilfinningarlega invested í þessu, er alveg magnað. Já, veist og við hefðum ekki getað, maður hefði ekki getað óra fyrir hversu margir réru og hversu mikið sko. Og þetta var orðið þannig að það var bara standard svar hálfmaraþon. Já. Þú segir, þú þekkir það sjálfur og bara að róa 5 km er alveg pínu
mitt menn sko, það er bara svona skuldbindninga, þetta verður óþægilegt í 20-30 mínútur sko. En það kemur konan líka niður eftir sem heitir Erna, sem að æfa niður frá, ætlar að ásögu, misti bróðu sinn fyrir einhendi held ég, ætlar að róa 5 kilometra en endaði með að róa 55. Já, nákvæmlega. Það voru einhverjir töfrar í gangi þarna í alvörunni og ég, einmitt, bara þegar ég sá allt þetta fólk sem var að gera þetta, ég bara, bara klæddi mig í íþróttaföt og fór niður á róðrarvélina og ég veit ekkert af hverju út af því að, og síðan þegar ég komin á róðrarvélina og þetta byrjaði að vera vont, þá svona, býtum nú, hvað að gera hérna, af hverju, við erum ekkert í þessu, sko, ég hef ekkert verið að róa. Það var bara einhvað default, bara, eins og þú segir, standard hálfmarathon, það galið. Það bara alveg sturla og marathon, hálfmarathon og hérna, vinur minn sem var að koma heim frá Svíþjóð, býr þar með konu sinni, hann hefur verið að díla við þunglindi og hefur mjög opið með það, sá fram á, sem sagt, þú eru bara fyrirgefið Hilmir, en sá fram á, hann var að missa einhver partí í Svíþjóð sem hann var bara að hlaka til, en þurfti að koma hinga út af vinnu og var búin að sjá fram á að helgin hans væri bara að fara í að klára þessa vinnu og svo bara detti í það djamma til þess að bæta upp eitthvað sem en hann endaði með að var bara alla helgina í rauninni niður frá og reri samtals í nokkrum skorpum 100 kilometra og var bara þvílíkt peppaður og bara sagði þetta að hjálpa sér alveg helling bara svona, og líka þú talar töfra ég svona að reyna bara að hlera fólki kringum mig sem að segja mér hvernig það var að því ég var náttúrulega bara í minni búblu en að þessi töfra sem voru í gangi bara svo tölum við þetta sem töfra að þetta hafiði bara áhrif og smitaði bara út frá sér sko, sem að svo gríðarlega fallegt. Það engin spurning. Þetta var geggjað afrek hjá þér Einar, innilega til hamingju með þetta, mér finnst þetta magnað og ég vona fólk sem, ég dæmi engan fyrir að átta sig ekki á því en ef þið hafið tækifæri á því að setjast á róðravél og pröfu allavega að taka 5 eða 10 eða standardinn 21, þá svona eins og ég segi bara ég gat ekki, ég hef ágætis reynslu á róðri en ég get ekki ennþá gert mig grein fyrir því hvað er að fara 100 sem sko 8 tímar stöðugt á róðravélinni. 500 finnst mér vera bara svona eins og með Elisabethu bara 400 kilometrar, einmitt vilti ekki bara hlaupa 1.000.000 kilometra þess vegna. Þetta er komið það langt og það mikið að hausinn á mér getur ekki sett sig í þau spór hversu erfitt þetta er að fara að vera. Ég finn það bara, ég næ ekki að hugsa lengra heldur en eitthvað x sko. Og þetta er bara margkvælt. Þannig að bara náttúrulega risastórt hrós skilið, ótrúlega fallegt að gera þetta fyrir hana Kristínu og söfnuna í kringum það allt saman og bara aftur takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá þessu og til hamingju. Takk fyrir mig.